Komiði sæl og blessuð og verið velkomin í Elko-deildina. Það mánudagskvöld og það þýðir ekki neitt annað heldur en að það komið tími á smá Fortnite hasar. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og verð með ykkur inn í kvöld ásamt Aron Fannari. Blessaður. Dynamic Duo, back at it again. Back at it again. Það bara svolítið þannig. Þetta kvöld 2 í tríós hjá okkur. Kvöld 2 af 4, þannig að við spilum leiki 3 og 4 hérna í kvöld og af þeim loknum erum við komin með miðbygg þessara tríós keppnar. Þannig að endilega fylgist þið vel með og margt sem getur ráðist hérna í kvöld. Aron, þegar við vorum að horfa á duós, þá var það svolítið í kringum
kvöld 2 þegar að Dennis og Jensína byrjuðu að skilja sig svolítið frá flokknum og svolítið að stilla upp þessu þið þurfa að koma að elta okkur svo mættu þeir inn í viku 3 fóru þá bara mjög aggressíft og breikkuðu bilið ennþá meira og tryggðu sér rauninni bara sigurinn í viku 3 hafa tækifæri á að gera það aftur núna enda Dennis, Dr. Hákon og Kristó unnu báða leikina í síðustu viku sitja þokkalega þægilega á toppnum hvernig leggst þessi vika í þig og hvað eru að horfa á? Sko, ég að vonast þetta þegar við horfum á það sem við köllum eftir sérstaklega og það var það að þeim sé ekki bara gefið hægrandið. Það þarf einhver, við tölum við gáðum hérna hugmyndina að byggja eitthvað fyrir neðan og að leita að glufa mistökum sko. En það verður bara einhver að skora á það punktur allavega að byrja á því sko. Já, og þá þetta spurning náttúrulega sko hvar upplifir fólk sig í þessum í þessum leik við erum að horfa á skiluru fólk tilbúið að taka sénsinn ef þú ert kannski í öðru sæti eða þriðja sæti ert þú til í að taka sénsinn og að fara upp og skora á það á hægrándið eða verður það að falla í hlut liða sem eru kannski í 5., 7., jafnvel upp í 10. sæti að taka þann fæt af því að það er náttúrulega erfitt að taka ákvörðunina að fara byggja þig upp á einn viðkomasta staðinn í hringnum og taka bardaga við besta liðið í leiknum. Já, en við sjáum það bara að sigrarnir að koma þaðan. Já. Og ef að hinn liðin vil ekki gefa þeim þetta þá verður annarkvæmt bara allir eða topp allavega 5 verða að taka þessu ákvörðun að fara upp sko. Ég ætla að, ég get alveg trúið því að við séum að fara að sjá mikla baráttu þessa hæð, skilur, hver getur verið hæstur í hringnum. Það eru kannski sumir heima sem að horfa og fatta ekkert alveg af hverju þetta skiptir svona miklu máli. Svona bara til þess að útskýra og skiptir þetta fyrst og fremst máli af því að ímyndaði sko, ef að ég stend upp á einhverju og ég að horfa hérna fram yfir brúnina og niður og sýn ég svo lítinn part af sjálfum mér. Ég þarf bara að sýna þér upp að einhverju nefi, skilur þú veist, til þess að geta hort niður. En það sem að ég sé af fólkinu sem niðri allur einstaklingurinn og ég þá bara með frítt færi og get skotið og það hægt að skjóta í gegnum þakið sem erfiðar að halda. Þannig að það margvíslegur ávinningur og svo náttúrulega veistu það að það enginn fyrir ofan þig og það enginn jafnhátt og þú, þannig að þú þarft ekki að spá í umhverfinu eins mikið, heldur bara að spá í því sem fyrir neðan þig. Við tölum það og erum búin að tala það frá því í Solos hvað þetta mikilvægt. Af hverju erum við ekki að sjá meiri baráttu þetta? Ég held að fólk sé svolítið að gleyma sér bara í partíinu og niðri og það náttúrulega mikið brjálað að gera hana, mikið að vera og ég held svolítið að menn missa sér bara í því að gleyma sér svolítið og svo það með þetta þeir eru bara komnir það nógu snemma með hægrandið og þá taka kannski ákvörðun að þora ekki upp einmitt. Ég held að það sé svona mest að megnast af því að þið bara þori ekki að tjáns á. Já, en við vitum það að hik hefur aldrei unni leiki. Nei, akkurat. Þannig að það kannski bara komið tími í kvöld fyrir þessa leikmenn að láta þið skara skríða og láta reyna á þetta. Ef að þeir vilja allavega ekki sjá bara Dennis, Kristó og Dr. Hákon hlaupi burtu með mótið hérna í viku nummer 2. Við sáum það bara í síðustu viku, bara virkilega sterkt lið, mjög erfitt að díla við á, voru að spila í gegnum leikinn, bara þokkalega skynsamt, ekkert of árásargjarnir, voru samt alveg að lenda í stundum erfiðum stöðum, myndi ég segja. Dennis droppar þarna niður á hægrándinu, pikkaður, þannig að það bara Kristó og Dr. Hákon eftir, enda í 1-1 manna í seinni leiknum, skilurðu, sem hefði hæglega geta fallið í hináttina. Fyrir utan þá Dennis, Dr. Hákon og Kristó, hverja ert þú að horfa á í þessari viku? Ég að horfa á Fjölliðastrákana. Já. Þeir eru, liðsheildin af þeim eru búin að geggjuð og þeir eru allir með svona ákveðin svona klassa eins og í tölum hlutverk inn í liðinu. Þeir vera að sinna því mjög vel. Ég held ég sé í 5. sæti núna ef ég man rétt. Ég fáum bara stigatöfluna upp og meðan við erum að tala þetta og getum farið yfir hana líka. En just, ég held að þeir séu svona að koma mest það sem við tölum inn í mótið. Það þeir að koma með þessi hlutverkarskiptin inn í liðinu og vera með þau bara på 10 sko. Á meðan að hinnir svolítið svona ennþá einstaklingir í liði. Já. Hérna sjáum við þetta akkurat 151 stig á toppnum, 116 í öðru sæti, það Tentacles strákarnir.
Markus Drabdik Sjaks og sjáum ekki síðasta nafnið hana en 114 stig. Þetta eru sko Midik og fleiri, Kristó, Gabbi, Fjölnisstrákarnir, Fjölnisliðið. Þetta eru svona, ég myndi segja sko cut-offið svolítið hérna. Ég myndi segja topp 4 liðin geta ennþá svolítið challengeað. Það þarf svolítið mikið að gerast núna fyrir Kristó og Gabba og Sigmar til þess að koma sér allavega upp og skora á þetta forskot. Það er 70 stiga munur akkurat núna. Það þarf að vera lélugur leikur hjá Denasi, Dr. Hákon og Kristó og ef við erum búin að sjá eitthvað í þessum tríós það að það er mjög erfitt að taka lið úr leik. Það er hægðar satt en gert sko. En núna erum við bara komin á þangað stöðum við getum ekki leyft að komast upp með þetta lengur sko. Nei, og placement skipta öllu máli í þessu móti. Þannig að eina leiðin í rauninni til að stoppa þetta að lið séu óhrætt að taka fætin og séu að sparka þeim út þá áður en þeir komast inn í topp 10 og byrja að safna einhverjum alvöru stigum. Nákvæmlega. Þannig að við talum þau bara megi ekki lengur komast upp með þetta. Já. Þeim alltaf bara gefið þennan hægrand. Ég ætla ekki að segja að þeim gefi sigrana því að þeir enda svo alltaf í 1 slag undir lokin sko, en þú veist, þið verður að fara að pressa þannig að þeir gera mistök. Já, og hérna sjáum við líka sko skemmtileg lið sem ég myndi segja séu þarna á milli sko 1 og 5. Því að náttúrulega Kristó og Sigmar, maður myndi búast miklu af þeim, annarsætið eða þriðasætið dúos, maður ekki hvort það var, held að það var annarsætið. Sigmar þar eitthvað að spila sólóleiki að enda í öðru sæti hægri og vinstri skilur. Gabbi virkilega sterkur spilari með þeim en bara ekki búin að ná að rata alveg eins langt inn í þessi endgames og önnulið og eru ekki að fá eins mikið stigum frá fellunum til þess að vega upp á móti. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, ef það væri 2 stig fyrir fell til dæmis þá væri þið með 15 auka stig og sætu þá 92 sem að strax setur á miklu nærði að vera að skora á toppinn. Aftur á móti þá voru hinni líka með auka 21 stig. Það er rétt. En sem sagt, en ok, við skulum núna tala 3 lið sem við erum að fara að fylgjast með í kvöld. Svona, gerum það að vana okkur að kynna nokkur lið til leiks á hverju kvöldi. Þetta eru lið sem ég vil meina að séu allt þokkalega sterk lið og við erum búin að sjá það standa sig vel. Byrjum hérna Tentacos, það er XXX Tentacos, Gnarr og Taco Lexi. Taco Lexi í síðustu viku með þarna rosalega playið að reyna að hoppa upp á highgroundi þarna undir lokin, næstuði búin að koma algjörum glundróð af stað þarna og kosta Dennis, Dr. Hákon og Kristó leikinn. Svo erum við spilafíkla. Brjátn Breki, Helgi Rafael og June Ara. Þetta eru leikmenn sem ég hafði ekki séð áður. Nei. Búin að sjá þessa leikmenn samt alveg nokkuð oft í þeim leikjum sem við fylgjast með. Þeir eru búin að lenda í fætum, búin að vera standa sig þokkalega, búin að vera pönkast eitthvað held í topp 10 allavega í endgameinu. Man allavega minnir ég hef séð June Ara þarna í hasardnum sko, í miðju kaosinu. Og svo erum við með YOLO sem er Theo Stuffy, Markus Drabdik og Sjaks 49. En Tentacos og YOLO eru þá í öðru og þriðja sæti, að ég held. Þannig að þetta, allavega þau 2 lið mjög líklega til þess að gera atrinu að toppsætinu enn í kvöld. Og verði að gera það. Því YOLO í síðustu fyrir átti stórt kvöld, sko. Fóru held ég frá 7. sæti ekki starri kring og skutist upp í 3. sæti. Já. Og þar meðal Stuffy átti svona frábæra leik. Var ekki fyrsti leikur sem endi að öðru sæti eða eitthvað? Ég held að það hafi verið annar leikurinn sem þeir fyrsti leikurinn sem Taco Lexi mætir þarna upp. Já. Og annar leikurinn þar Halli Bliki í öðru sæti. Já. Þar var Halli Bliki í öðru sæti og það er ástæðan fyrir því þeir líka draga sig upp í topp 5. Halli Bliki og Dagur og þeir. Og það er áhugavert að sjá þá líka. Ég meina það er með mjög árásagjarna og svona góða spilara. Ansi gjarnir á að taka fætinn sko. Svo er ég líka spenntur að sjá hvað Lester, Emil og Gunsi gera. Já. Hvort þeir séu búin að halda þennan liðsfund sem við köllum á. Já. Og tala sér aðeins saman og spila aðeins nær hvort öðrum þessa vikuna. Það vantaði náttúrulega mikið upp á hjá þeim stundum. Nei, þeir náðu að bjarga þessu þannig laga sko. Og við erum ennþá í 10. sæti minnum mig. En það vantar, þú veist, það var alltaf þannig að einn kannski rössaði inn og hinn í 2 bakkuð. Það virkar ekki alveg svoleiðis sko. Þannig að við vonandi að ég tóku einast liðsfund sem við köllum eftir á. Finna einhverja millileið eða
Við vonum það allavega. Keyra allavega einhver ákveðanleik, sko. Við vonum það allavega. Og að því, þú veist, við viljum bara sjá líka góða leiki. Við viljum sjá þessar framfarir. Það er líka það sem ég er svolítið að horfa á viku frá viku. Bara þessar áframhaldandi framfarir. Ég myndi segja sko svona mörgum til mikils ama, þá virðist eiginlega vera sko líka bara að Dennis Dr. Hákon og Kristó og spilar eins og Jensína og fleiri séu bara að bæta sig sko á sama hraða ef ekki hraðar sko, sem er náttúrulega kannski ekki góða fréttir fyrir alla, en það þýðir bara það er að leggja meira á sig til þess að ná þeim. En svo er eitt sérstakt við kvöldið í kvöld, en það er að þetta hérna er að fara að vera síðasta kvöldið okkar í þessu sísoni. Heldur betur. Chapter 6 season 2 á að koma út núna 21. febrúar og það eina sem við vitum það er rauninni að það á að heita sko Crime City, eitthvað svona glæpaborgin, og það er karakter sem að er svona súr gúrka sem að heitir Big Dill, eins og Dill Pickle eða Big Deal, eftir því hvernig þú horfir á þeman og nöttanum sem er á bínu sko. Já, þannig að Big Dill og það er víst, Big Dill er að fara að gefa út lag samhliða sísonu sem er eitthvað lag með Big Dill, en annars vitum við ekkert. En svona Crime City dæmi, ætli þetta sé að við fá til þetta aftur það? Sko, þetta segir mér allavega að mér finnst ólíklegt að við höldum öllum samurai hlutunum, þú veist, og öllum þessum points of interest eða bæir sem að hafa svolítið kennt sig við það, eins og dojoið og eyjurnar með bossana, roaming bossarnir, teleport grímurnar, allt það þema gæti verið að fara. Já. Og það er líka sverðin. Það er bara allt momentið í rauninni sem við erum að tala um. Það er bara mál, skilur, þú veist, ég veit ekkert hvað við erum að fara að sjá þarna hinum megin við, en eins og það horfir fyrir mér, að þá er bara, hvað eru helstu movement items sem við erum að sjá? Teleport-grímurnar. Hvað eru að sjá eftir það? Fólk sé að keyra með sverðið, þú veist. Og meiri sé að kinetic blade líka með dassið. Allt eru þetta hluti sem hafa... Og medaljan líka. Já, og medaljan. Sem að fyrir sennilega með þessu. Bara allt er þetta hlutir sem að eru beintengdir þessu Samurai Hunters þema sem að einkennir Chapter 6 season 1. Við vitum ekkert hvað kemur í stað. Það eina sem við vitum er það að það verður einhver súr gúrka. Og dill. Já. Já, en ég held að þetta þýðir það að verður annars svona stór bær, eins og Tilted. Mjög líklega, þú veist, einhver borg, skilurðu. Annars myndi þetta nú alltaf heita Crime City, ég veit á sig að bara vera einhverju akrar og bóndabæir, sko. Þeir sem fara að sjá bíla aftur. Gætum fengið að sjá bíla aftur. Já. Ég er að spá í líka, sko, hvað þetta crime, þema sé hjá þeim, sko, ætli við séum að fara að sjá einhver svona co-op hæst, fá voltinn aftur, skilurðu. Þú veist, þannig að bosses droppa keycard, það er einhver loot tengt þessu. Það geti verið skipt sköpum. Hvaða mobility items fá við? Hljótum þá að fá shockwaves eitthvað leið, sko. Það getur ekki verið. Já, þú veist, en við erum aldrei að sjá það eitthvað í competitive. En það er bara komin tími. Shockwaves eru í normal game modes akkurat núna. En það er ekki í competitive. Nei. Þannig að þú veist, ég bara, þú veist, eins og ég segi, ég er, sko, ef ég var að keppa í þessu móti, 21. það er sko, hvað, 17. í dag? Já. Já, 17. í dag, það er eftir 4 daga. Þannig að það er á föstudaginn. Já. Og Fortnite verður örugglega niðri, megnið af föstudeginum og með þeir setja inn nýja patchinn. Þannig að á föstudagskvöldið, að þýðir það að leikmenn hafa föstudagskvöld, laugardag og sunnudag til að læra á nýtt season. Já. Og mæta síðan í trios á mánudag. Já. Og við, sömuleiðis við þurfum líka náttúrulega að læra þetta alveg på nýtt, sko. Ég hef ekki hugmynd. Nei. Skilurðu. Þú ert að segja mér fréttir með þessa gúrku, sko. Já, en ein súr gúrka, það er það sem við vitum, Big Dill. Og hann gefur lag. Já. Hann er að fara að rappa eða eitthvað, ég veit það ekki með þér. Við vitum ekkert hvaða collaborations, og við vitum ekkert hvaða sérstöku vopn er að fara að koma. Og þú veist, þegar það kemur þessar breytingar, þegar það verða breytingar á leiknum, ógeðslega mikið af fólki og líka, þú veist, spilarar, oft líka spilarar, svona high-level spilarar, verður ógeðslega svektir og pirraðir þegar koma breytingar af því að það þurfa að læra eitthvað nýtt. En allir sem eru að horfa, allir sem eru að keppa, breytingar þýða
tækifæri. Það rétt. Þannig að núna þetta föstudagur, laugardagur, sunnudagur. Hvaða lið getur sko strattað mest og lengst í nýja sísonu? Við sáum það held ég í Solos. Þá fengum við nýtt síson, hvort það hafi ekki verið nýtt chapter inn í. Já. Og við sáum svo bara allt annað lið heldur var í fyrir sísoni vera að rísa upp sko. Bara út á breytingunum og henda þeim leikstíl betur. Það er náttúrulega málið sko. Hvaða leikstíl á þetta að henda og svo líka bara þú veist þetta er eins og ég hef alltaf talað með sko Mad Max patchin. Flestir sammála því að það hafi verið einhver leiðilegasti patch bara í Fortnite margir sem bara vildi ekki spila leikinn og vildi bara hætta. Af hverju? Þegar allt í einu skipti bara allt aðrir hlutir máli það hversu góður þú varst í leiknum. Það byrjaði bara allt í einu snýrist allt það hversu góður þú varst að keyra bíl. Já. Og allt hitt skipti engu máli. Þú veist, skipti ekki máli hversu góður þú varst að byggja, skipti ekki máli hversu góður þú varst að skjóta eða miða eða hvað það er. Það var bara hversu góður þú varst að keyra bíl. Já, allt sem Fortnite var. Já. Og margir akkurat bara eitthvað, oh my god, þú veist, núna er bara einhver gæi sem er betri en ég að keyra bíl en miklu verri en ég öllu öðru að vinna mig og ég er pirraður og mig langar að hætta. Það ætlar að hætta einhverju, hætta þessu væli. Það lærðu bara að keyra bílinn, skilur. Það er bara, stærstu bara niður, farðu í custom game, í creative, keyrðu bara bíla í klukkutíma. Já. Og bara reynda að drifta eins mikið þú gerir, reynda að gera klikkustu move sem þú getur gert, þú veist, fáðu vinnin með og reyna að gunna eitthvað niður eða eitthvað, þú veist, adapt, skilur við, læra, takið því fagnandi að þið fáið að reyna á einhverja nýja öða í staðið fyrir að spila bara nákvæmlega sama one pump edit komboið í 750. skipti. Það er kannski gallin við að þetta custom game séu til sko, en þú getur alltaf farið það aftur að meðan þetta leiðilega sísonur í gangi sko. Já, en þú veist, það verður að nota það vel. Já, ég er að segja það. Og það er sko, það er það sem ég vil sjá fólk gera núna. Já, en þú getur náttúrulega ofnotað hitt. Já. Eins og þetta Sónum og svo það allt sem menn í, geggjuð æfing, frábær æfing, en við erum að spila allt annan leik hérna. Já. Og þú veist, en svo er líka bara hitt. Hvaða creative maps átt að fara í eftir að seasonu kemur út? Bara instant að leita að creative mapum sem eru með nýju vopnin. Já, klálega. Og ekki spila neitt annað, ekki vera eitthvað bara vá, ég man þeirra tactical sjólan var í leiknum og mér fannst hún geggjuð, þannig að ég ætla að nota hana í einhverju free for all með allt available. Bara, þú græðir ekkert á því, af því að þú ert ekki að fara að spila hana í leikjum sem skipta máli næstu 3 ár. Og líka það er ekkert sem þú kannt nú þegar. Allt hitt er bara nýtt og þess að þetta tækifæri til að læra. Nákvæmlega. Crime City, sko. Ég er orðin ekkert eðlilega forvitin, sko. Nei, við þurfum bara að vera svolítið og þolinmóðir og bíða. Ég var að leita, sko, rétt á hann við fórum í loftið, þá var ég að leita að, hvort það væri búið að leika trailer, sko. Og ég ætlaði að finna til þess að spila trailerinn, sko. Megu við það? Já, ok. Já, það er allt í góðu. Ég segja bara nei við okkur ef það eitthvað er. Næ, þú veist, ég er samt hræddur, sko, að því að ef ég ger eitthvað sem ég má ekki, þá fótbrýtur finna mig, sko. Já, við sáum það bara áðan. Já, við ætlum að skila einlegri kveðju til Gauta, við söknum í Gauti úr framleiðsluherberginu en það var hér smá óhapp á þann sem að Gauti fótbraut sig. Þannig að segið þið svo að þetta sé ekki áhættu verkefni sem við erum í hérna. En veitu hvað er að líka finna í þessu? Hvað? 2 mínútum eftir þetta ske, þá labba ég inn, mæti í vinnuna bara. Ég er ekki stáltá sko. Já. Hann var akkur bara liggu við sokkum sko. Já, það var ekki gott. Það misti þennan út á sig. Já, það er vont. Það getur ekki verið gott allavega. Nei, hann er ansið þungur. Og við óskum bara Gauta skjót bata, mjög leiðilegt að vera ánans. Og við tökum á þessu, við finna. Já, við skulum fótbrjóta að finna á móti. Nei, djók, maður á ekki að hefna sín. Það er það sem ég kenni krökkunum mínum, maður á ekki að hefna sín. Það er bara þannig. Hann er að slökkva ljósin á okkur, maður. Oh my god, það er stríð við framleiðsluherbergið hérna. Nei. Áður en að við förum lengra og núna eru 7 mínútur í leik. Við erum bara eftir að fara yfir stigagjöfina til þess að minna okkur á það áður en við hoppum í leik. En þá ætla ég að taka tækifærið og ég ætla að fara yfir annað nammi frá Luke og Luke. Í þetta skipti þá eru það þessi gulu strimlar.
og hérna glöggir aðdáendur af nammi einkunnagjöf minni muna kannski að efsta einkunnin hingað til voru rauðu strimlarnir sem að fengu 9,5. Ég vildi óska að ég gæti komið hérna og sagt að ég væri með 10 nammi sko, en þetta er ekki eins gott og rauðu. Nei. En sko, núna ætla ég að koma að N-inu. Það er alltaf N. Þegar ég smakkaði þetta fyrst, þá hélt ég að þetta væri ekki fyrir mig. Ég fekk mér einn svona strimil og ég var bara, ég er ekki alveg viss. Bananabragð, eitthvað svona, þú veist, ég har aldrei verið mikið svona bananammi kall, sko. Svo fattaði ég haxið. Borða 2 strimla í einu. Yep. Ég veit að það hljóma klikkað, að, þú veist, maður hugsar, það er ekkert það mikill munur, eða eitthvað svo leiðis. Jú. Það er nefnilega risavaksin munur, að því ég veit ekki hvað það er. Það er eins og sykurkristallarnir utan á namminu festast sko milli rimlana, þannig að þú færð svona crunch áferð og svona sætu og svona súrleika innspýtingu í bragðið í gegnum allt að tyggja. Ég held að þetta sé gert til þess að borða þessa 4 í einu sko. Nei, 4 í einu er ómikið sko. Heldur það? Ég prófaði það. Okay. Sjálfur prófaði þú? Já, herru, ég tekur svo alvarlega. Já. Ég mæti ekkert hérna óundibúinn og bulla eitthvað nammið, sko. Þetta er mjög skýr aðferðafræði. Sko, strákarnir mínir, þeir eru alveg hrifnir af þessu, en þú veist, þeir eru ekki eins spenntir fyrir þessu og til dæmis sushíinu. Nei. Þeir voru spurðir, eldri strákarnir voru spurðir af vinum sem daginn hvort hann hefði smakað sushi og hvað uppáhalds sushi þess væri og hann sagði nammi sushið frá Lukaluk. Þannig að betra heldur en alvöru sushi fyrir sumakrakka allavega. En ég verð þá að koma að einkunn á þessu. Ég ætla að gefa þessu 8. Ok. Það rís upp frá 7,5. Sko það rís eiginlega upp frá 7 eftir að ég fekk mér 2 í einu. Já. En myndi alveg fara niður í 6 ef ég myndi fá mér 4 í einu sko. En þetta er líka svolítið svona nammi sem að ef maður byrjar á pakkanum þá klárar hann svolítið sko. Það er bara Þetta eru 16 strimlar. Já. Þannig að þetta eru 8 bitar ef þú farið 2 í einu. Og við munum flegu setninguna frá Steinda að pils er bara 4 bitar max. Þá er þetta bara 8 bitar max. Já. Og það er ekki séns að ég gefi honum það sko. Jón Ársæll fær ekki banana sweet strips frá Lukaluk frá mér sko. Sæl og blessuð. En já, þú veist, ég mæli með þessu sérstaklega ef að þið eruð með meiri sætutönn en súra og ef að þið fílið bananami, til dæmis bananagummi og eitthvað svona, þá bara endilega finnið þið þessar sætu gulu ræmur frá Lukaluk í næstu verslu. Og við förum ekki lengra með það í kvöld. Ég er alveg að vera duglegar að gefa þetta og ég hef svo ógeðslega mikið af þessu. Já. Ég er búin að vera duglegar að gefa, þú veist, starfsfólkinu mínu og bara... Þú verður þá, núna verður alltaf að segja, borðaði 2 strimli í einu. Já. Það verður að fylgja mér. Ég skal byrja á því. En, undirgjöfin, og svona, þú veist, og tekur þá sko, og svona rúllar þeim. Svona, þú veist, að því að þú ert að hámarka sko það sem er liggja ofan á okkur öðrum til þess að ná sykurinum í gegnum allan tíman með að tyggja. Það er auka kröns út á sykurum sko. Ég er að segja, það er náttúrulega máli sko. En já, þá er nammi hotn Óla að lokum komið núna og stutt í leik, bara 3 mínútur. Við skulum fá stigagjöfina hérna upp á skjáin hjá okkur til þess að við getum minnst aðeins á það hvernig fólk vinnur sér inn stig í þessum leikjum hér í kvöld. En eins og áður hefur verið komið að, við erum í tríós, 3 manna lið, vika 2 og eins og við sjáum það er 0 stig fyrir það að fara í rútuferðina. Samt hefur verið 1 stig hingað til? Hefur verið 1 stig af því að það hafi ekki verið 20 lið. En svo færum við okkur hérna í fellur 1 stig fyrir hverja fellu sem er bæði minna en það var í síðasta sísoni sem voru 2 stig. En þá var líka sigur bara 25 stig en það er 65 stig núna. Þannig að þið sjáuð hversu miklu minna vægi fellur hafa núna og hversu mikið það snýst það að lifa af, spila taktíst og spila vel saman. Byrjum síðan hérna á neðst niðri 18. 20. stæti, það er 1 stig, 17. 3 stig, 16. 6 stig, 15. 9,
14. 12, 13. 15 stig, 12. sæti 18 og við höldum svona áfram 11. 21, það er alltaf 3 stig þarna á milli, fólk svona veltaði fyrir sér hver reglan er, þetta var svona gott starffræðidæmi. Jæja, krakkar sem heima sittið, segið mér, hver er reglan í stigagjöfinni? Þetta er alltaf N+3. 10. sæti 24 stig, 9. sæti 27, 8. 30, 33, 36. Svo förum við í stærri stökk. 4 stig milli 7. og 5. sæti, 4 stig milli 5. og 4. 4 stig aftur og aftur förum við í stökk. 6 stig hérna og svo að lokum 11 stig. 11 stig. Þannig að fyrsta og annað sæti er risastór munur. Risastór. En hugsaðum þetta, segjum að Denas og þeir, Denas, Dr. Hákon og Kristó lenda í öðru sæti, Tentacle strákanir lenda í fyrsta sæti. Þeir þurfa sko alla leikina sem eftir er eiginlega til þess samt að taka fram á þeim. Já. Þannig að það sýnir hversu mikilvægt það er að íta þeim einhvers staðar neðar. Yep. En já, bara leiðu því sjá að þeir eru á leiðinu upp. Skulum bara allir fara. Já. Og þá eru bara 30 sekúndur í leik hjá okkur. Viltu spá einhver sigur? Ég er að spá þeim aftur sigur, sko. Eða það? Já, ég held það. Ég held ekki. Okay. Ég ætla að vera bold. Ég held að Kristó. Já, ég hugsaði hann, sko. Sigmar. Og hver er þriðja mætur? Sigmar og Gabbi, já. Gabbi og mitt ykkur í öðru mismunandi skotum núna. Ég er ennþá með það fasta saman í dúanum minn, sko. En hérna, og Gabbi, að þá, hérna, ég held þeir takk hérna. Ok. Ég er nefnilega, ég held bara, ef við horfum á, það er smá töguleiktum, bæði, svo allir vita. Ef við horfum á þessi mót sem hafa verið hingað til. Já. Bara solos, Kristó Denas, duos, Kristó Denas, trios. Ég held að það sé bara more of the same, en við skulum komast að því akkurat núna. Leikurinn er tilbúinn og það er 1 stykki rútuferð sem skilur núna á milli okkar og Hasasins í leik númer 3 í trios hér í Elko-deildinni. Yeah. Já, Aron, það er byrjað og við eltum hérna Denas 13 niður þar sem að hann og liðsfélagar hans stefna lóðbeint niður á við. 17 lið með okkur hérna, 51 leikmaður mættur. Eins og við töluðum í síðustu útsendingu, oft erfitt að finna hérna tímasetningarna þar sem allir eru lausir. Bara þegar þú ert með svona mikið að spilum alltaf einhver sem er upptekinn, en mér sýnir stefnan þeirra vera sett hérna í þetta litla þorp, enginn í kringum þá, eða hvað? Jú, það er annar lið, þannig vinstri hönd hjá þeim. En hvenær fyrir að tala um þetta intro, sem jafn svona iconic intro og Premier League intro? Það fyrir að koma að því. Já, ég held að. Pump shotgun hérna, en Montreal... Litt að hitta hann. Já, hann er í litlu... Þetta var nú bjartsinni skot, sko. Hann er í litlu vandræðum, en Denas lætur allavega að heyra í sér og finna fyrir sér. Það er svo sem ekki þekktu fyrir neitt annað. Og það sem ég held að taki við núna er bara einfalt lút. Flott skot þarna hjá Frosta. Og já, sumir keppendur gæti að vera að keppa ungmenna móti Kia líka á dögunum. Óskuðum þeim til hamingju sem stóðu sér vel þar. Hvernig það fóta? FH held ég, sigruðu, yngri flokk allavega. Við erum með risa aldafélag, sko. Já. Það er ekki svona þau og Fylkir sem eru nú tæst hérna allavega. Jú. Nökkvi hérna ásamt Frosta og Kára. Þeir eru allir með íð sitt sem einn. Sjöðu. Kári, Nökkvi, Frosti. Já. Helgi Rafael samt hérna fastur bakvöku til ruslakám. Frosti er algjörlega með hann fastan. Hann tekur hann mjög lágan. Einhvern veginn kemst hann í burti en hann er felldur hérna. Það er Kári sem hleypur eftir honum.
og stuttur leikur fyrir Helga Rafael ennþá þetta kom honum aftur inn í leikinn samt sem áður ef að liðið fellur ekki allt. Jún Ara búinn að falla líka. Það er þá bara einn leikmaður eftir í þessu liði eða var þetta síðasti leikmaður? Nei, var ekki Nökkvi hana með þeim ennþá? Nökkvi er í þessu liði sko. Já, ég bara... Brjálnbreki er síðasti liðsmaðurinn hjá þeim og ég held að hann sé ekki með þeim hérna í kvöld. Nei, þetta verður eitthvað svona hefð hjá okkur. Við tölum lið og oftar en ekki er það fyrst þessar kveðja sko. Já. Það er Kasper Körs, álög lýsandans. Þetta er margþekkt sko. Sláðast hérna í för með Lester, Emil og Gunnar B. Þeir eru ennþá í Flooded Frogs, sami staðar og þeir hafa lent á held í alla leikina. Ég veit að það verður gaman að sjá hvort við séum búin að koma með einhvern ákveðin leikstíl. Já, sýnist þeir ekki vera að lenda í neinu svona aggressífu pussi frá Markusi, Siaks og þeim og hérna Stöffi. Allan ekki þetta skipti. Sjáum við Straight Up Ducker að berjast á móti Mythic. Low-key fine. Low-key fine. Hann er ekki high-key fine sko, hann er low-key fine. Mythic! Hann algjörlega leikur á Straight Up Ducker þarna og teleporta sig inn á hann. Vá, hvað þetta var vel spilað hjá Mythic! Það er ekki hlaupið að hitta hennum skotum, hvað þá bara þrem. Sástu þetta eða? Nei, ég var ekkert að blinka með hann. Straight Up Ducker var allan tíman að fókusa á ekkert annað heldur en hvert þessi teleportkupur var að fara og Mythic bara, herri, sæk, djók, ég er ekkert að fara að teleporta. Og tekur hann lágt niður og núna Straight Up Ducker í fesinni, reyndi að ná þetta einhverju skaða. En þarf að hýla sig upp, Halli Bliki samt að taka smá skaða ásamt Degi. Það eru 3 lið, nei, þetta er liðið, Mozart, Jólakissi og Straight Up Ducker. Varstu búinn að komast að því hvort þetta væri CS Mozart? Ég ætla bara að segja já. Ef ekki, þá verður bara einhver að leiða fyrir mig. Halli Bliki bara vona og bíða að einhver komi að í gegn. Ítla vonum vegið samt að ákveða að hóta ykkur skoti og fæ bara 6 tilbaka sko. Straight Up Ducker er alveg í smá vesen hérna sko. Mozart líka. Já, Halli Bliki núna að pussa á Mozart. Skotin niður, það hægir aðeins á þeim. Straight Up Ducker að gera vel að vera með bara smá vesen í hliðinni. Já. Og Mozart nýtti tíma vel, kom sér undan. Þannig að líka talið um bilið á milli Mozart og Ducker. Það er fullt mikið, þannig að það er erfitt að koma í aðstofun ef þess þarf. Já, virkaði samt vel fyrir þá í þetta skipti af því að Straight Up Ducker gat hérna svona haldið Halla Blika og Mythic uppteknum á meðan að Mozart komst undan og þeir virðast hafa náð að lauma sér í burtu en við spurum hérna á Finnum Fjölnismenn, Fjölnis Steppi nú er tekið niður, frábært skot þarna hjá Steina en hann fellur líka á móti. Það er Brexi og Jónas the Goat og sjáu hvað Jónas var lár, hann á eiginlega ekkert líf. Og það er þá Fjölnis Steppi og það er bara KHK einn eftir hérna. Steppi reynir að skriða í burtu, kemst ekki langt. Brexi 200 klárar hann. Það verður gaman að sjá hvað hann ákveður að gera, hvort hann ákveður að fara og svo kom tilbaka að setja mér. Já, en hérna er Markus að berjast á móti Stigmari og Ækristó. Gunsi B, hann er að taka Jónas the Goat. Emil finnur Fylkirúnar og Gunsi B klárar að brexa. 3 fellur á Gunsa, Emil og Lester. Ætli ég fá SMS báðum með hérna hvort að veðmáli haldi áfram. Steffen finnur hérna í JTN Habibi. Gott að sjá að JTN-strákarnir hafa skilað sér í leik í þetta skipti. Þessum skemmtilegi strákar sem er mjög gaman að hafa. Fyrir að spila hérna í húsi. Já, mjög gaman að hafa þá sem hluta þessu móti og lenda hérna í smá vesinni snemma. Ansi erfitt að sleppa frá þessu skoti. Gnarr ekki beint passívasti spilarinn og Lex er búinn að sína okkur að hann er með árangurinn í sig líka og Steffen sömuleiðis, þannig að erfitt hérna fyrir Pjása en ja, hann fellur Dagur Friðriks hérna í bardaga ásamt Viktor Adam og það er Dina sem kemur á reilinu á fljúgandi ferð og Viktor Adam fellur. Ekki lengi gert.
Hvað er liðsfélag? Snáði hann að fara inn á kamerun? Já, það ekki. Hann lítur á að fara inn á kamerun. Fyrir þá sem ekki vita þá teleportar þessi kamerun í eitthvað annað. Þannig að Wish, Bjáni og Muxis. Muxis er með Twitch í nafninu sínu, þannig að ef þið farið á twitch.tv/Muxis þá getur vel verið að hann sé í byrni. Já. Við tölum mikið um það ef þið eru í byrni og að stríma einhver spila, að senda á alla mig eða Óla og... Alla daginn. Narr hérna, fellir Muxis. Og þá kemur árangirnin, púlsið byrjar. Wish er að reyna að bakka út úr þessu, þarf að finna tækifæri til þess að teleportast í burtu, en það gæti verið of seint. Já, hann er með 3 manns á bóksinu akkurat núna. Wish fallin líka. Bara Bjáni, ein leikmaðurinn eftir hér, þarf að halda sér einhvern veginn í felum. Billie Eilish. Mín kona. Já. Það er þannig ekkert svo bjánulegt stratt hjá honum og bara hingra. Nei, bara gerir vel. Hann er að beygja sig, þannig að hann sýnir ekki fótsporin ef hann hreyfir sig, notar vel staðsendinguna á myndavélni. Það sem að, við tölum aftur, þetta er 3. persónu skotleikur, það er þá verið að vísa í það að myndavélin er hérna í 3. persónu. Það er hún horfir niður á mótilegin, ekki í gegnum augu mótilsins. Og það gerir það verkum að í svona aðstæðum, eins og Bjáni er í akkurat núna, þá getur hann verið á bakvið stein að fullu, en samt ennþá verið að horfa yfir hann. Já, fylgst með. Já, fylgst með hvar andstæðingarnir eru að leita á honum. Og virðist vera að það ætla að takast hjá honum. Gnarr, Steffen og Lexi, allir farnir inn í næsta bardaga og þá eru kortin. Óhóhóhói, Gnarr! Þetta var ljótt. Þetta var geggjað skot hjá Gnarr. En ég ætla akkurat að segja að Bjáni núna bara með opið tækifæri til að ná í kortin hjá liðsfélögum sínum og koma þeim aftur inn. En ekkert þannig tækifæri hérna fyrir JTN. Þetta var síðasti leikmaður JTN sem að fellur þar. Það er bara klippufell á, sko. Montreal, Þetta er einn af nýju strákunum með því. Og Vox. Jú. Eitt nýtt lið í móti. Já, og er búin að standa sig bara mjög vel. Já. Svona flottir. Þeir líka búin að vera svolítið hlétrægir til að byrja með, sko. Sem er náttúrulega bara flott. Já, engin ástæða til þess að, ég meina, þessi leikur er búin að vera mjög aktífur. Ég bjóst alls ekki við því. Nei, ég meina, það eru 34 eftir á þessum tímapunkti hérna í, sko, leik nr. 2 í síðustu viku, að þá voru, sko, 3 dánir. Já. Eða, þú veist, það voru 3 fallir. Þannig að... Þeir fundu Bjána. Lexi. Það var þvílíkur eltingaleikur þarna maður, en einhverju voru að koma aftur inn, við fórum upp þarna. Það er spurning hvort að Bjáni hafi náði minn. Gæti það verið? Var þetta ekki instant? Ég sá það ekki, sko. Ég er bara svona spáði hvort að hann hafi verið, sko, akkurat nýbúinn að rýbúta á. Já. Þú veist, svo er hann tekinn. Já, mér sýndist þetta ekki vera nokk. Mér sýndist þetta að vera instant, sko. Já. Steini 23, hann er í smá vesinni að taka skaða. KHK hefur náð þeim tilbaka. Já, KHK hefur náð þeim tilbaka og þeir eru óða önn hérna að lúta sig upp aftur. Lester, hann ætlar ekki að bíða eftir neinu, frekar en fyrir daginn, hleypur hérna inn og leitar að fjölinsmörunum sem eru á harða sprett í burtu. Þurfa núna að fara að hafa fyrir því að koma sér í burtu. Drekkur hann mín upp með sverðið, nota það til að reyna að fá aðeins meiri hraða. En ef maður á bara engan sprett eftir. Nei, og ekkert til þess að slást með, heldur. Nei, þetta er nú ekki besta staðan hérna fyrir Steppa og Lester að gera þetta erfitt. Sjá hvað spilar þetta vel. Steppi fær aldrei tækifæri til að skjóta tilbaka. Hann er svo góður í þessu. Og eina sem þeir eru gert er að horfa á. Já. Steppi þá er þá bróðir Bjarkapöndu. Nei, Steini 23 er bróðir Bjarkapöndu. Já, þeir voru saman sem dúó. Já. Hann sagði við mig að bróðir hans væri ekkert rosalega hrifinn af því að fara til dæmis í kreatív og æfa sig. Nú? Og hérna, hann vildi svolítið vera þar. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir að þeir eru ekki í sama skoti núna. Það getur verið.
og það er bara eðlilegt, sumir er bara mismunandi mennaðir stundum og ef maður er að taka þátt í svona áhugamanna móti þá er allir gangur á því hversu mikil vinna fyrir undirbúningin. En hérna sjáum við blaut amma, báðir liðsfélagar Hann mæir honum ánan. Oj, Steini var ansi tæpur og burtið hana. En það var líka, gefið þeim hrós fyrir að taka það bara svo ákvörðun líka. Já. Það er ekkert allir sem myndu vera nú þroskaðir til þess að taka hana sko. Nei. KHK virðist alltaf að lifa af hérna samt sem aður, spurning hvort hann báði tækifæri á að koma liðsfélagum sem aftur inn í leikinn. Steffen. Já. Já, Six já. Hann er fallinn. Takk og Lexi með þáfellu. Og Steffen, Gnarr og Lexi eru á eld. Alveg. Voru þetta ekki líka síðustu umferð? Þeir voru með þetta fellunar að náðu eitthvað svona langt inn í leikinn. Já. Þeir náttúrulega, það var Lexi sem að svona litið karjaði á þarna í leiknum sem þeir náðu mjög langt. Hérna sjáum við Stuffy, Marcus og Siax að væntalega. Allir búin að skipta nafn en Kristó að fella þarna straight up Dökker. Montreal og Vox fallir, Steffen finnur þá. Það er bara Vito sem er eftir. Þetta er skinn. Já, þetta er skinn. Kristó hér. Með ansi gott lút, verður að segjast. Það komið mjög mikið óvart hvað þetta búið að hratt hingað til. Það búið að mikill hasar. Já. Samt ennþá orðið 30 eftir. Það voru 31 eftir þegar við tölum það áðan, svo komum við fullt af rebootsinn, komum aftur fullt af fellum. Það er það sem við tölum þegar við byrjum í trúu í tríóið, að við erum að fara að sjá fleiri inn í endgamið en samt alveg mikið af fellum. Sko. Já. Herðu, Aron mættur á boxið hjá Brimi. Þetta þessi inn og nær honum, en er samt tekið ansi lágt og það er spurning hvar eru liðsfélagar Brimis. Fá ekki tækifæri. Það sem við erum að tala um, þetta er bara að passa bilið. Já, þeir fá ekki tækifæri til að hefna þarna. Nei. Sjáum á þarna, merkta í grænu, niður í kortinu, hægra megin. Ættu að vita að Fjölnismenn eru þarna á kortinu í liðsfélagsinu. Þessi litlu kallar ansi verðmættir hérna í tríós. Þessi strákar líka gætu alveg enda því að bara vinna leikinn. Já. Bara af því hvernig þeir spila saman. Tonka, Bjarki og Aron. Nafnið þinn. Nafnið. Þannig sjáum við Stuffy að reyna að koma sér undan. Steffen með hann algjörlega læstan hérna. Stuffy virðist alltaf ná að skjóta sér til hlíðar. Á nú ekki mikið eftir. Nei, Gnarr er líka ekkert á því að vel gert að reyndi að ná sér í smá líf. Og ég var að segja að Gnarr var ekki á þeim buxunum að leifa honum að fara í burtu. Nei. Einu sem ég svolítið áhyggjur af núna, Aron, er sko hvernig standa materials hjá mörgum af þessum liðum. Ég held að þau séu allt í lagi vegna svo þú fær náttúrulega refreshið. Já, þú veist, en ég er að tala um liðin sem að falla kannski tveir, þú veist. Ég er að sjá fólk sem er bara með 60. Já, þú meinar. Sko. Og hérna sjáum við Lexa fallinn, Gnarr að taka skaða og það gæti þá verið að Fjölnisliðið hafi fundið hérna tækifæri til þess að svara fyrir sig eða hvað. Bjarki er með Lexa inn í bóksinu hjá sér, nær að fella hann og Lester, Gunsti og Emil tók út hitt Fjölnisliðið með hann. Takk á Lexi fallinn, liðsfélagar hans, farnir. Viktor. Viktor Adam, feldur þarna. Að sjálfum sér. Það er alltaf óheppilegt. Veistu, það er samt ekki meira heldur en 2 dagar síðan að ég hoppaði fram af klett og fjall út af því. En þú svolítið mikið í því. Þekktu fyrir það hérna. Sko, þetta var ekki mér að kenna, vil ég meina. Sko. Nei, þetta var þetta var nýji mekanikinn þar sem hún sparkaði af veggnum. Já. Og hoppar eitthvað svona til hliðar. Og ég var bara eitthvað upp á einhverju turni og ætlaði að fara, þú veist, að hoppa upp á þakið og mantla upp.
nema ég hoppaði á þakki og bara sparkaði mér af því og bara hrapaði alla leið niður. Þorri hérna finnur Montreal. Montreal nýlega rebootaður, hann var fallinn á hann. Þorri tryggir þá fellu liðið hans núna með 2 fellur, 2 stig kominn. Brimir náttúrulega ekki með í leiknum ennþá, en spurning hvort að þeir séu með kortið og fái tækifæri á að koma honum aftur inn. Sýnist ekki með það að Þorri hafi ekki stoppað þarna. Þá erum við farin að sjá Aron, þessi aktífustu, virkustu lið hérna á Sörurnum nálgast hvort annað, ansi mikið. Já. Og þá þurfum við svolítið að spá í því hvort að þeir taki sér til og berjist eða ekki. Og núna þarf Bjarki að kalla, hei strákar, þarna, við þurfum að skjóta 1 gæja þarna. Og býtu, halló, Kristó, Dr. Hákon og Denas eru bara að fela sig í einhverjum runna, það er allir einhverjum runnum. Það er feluleikur. Runnar er ekki veggir, sko. Nei. Þeir gera þetta líka allt síðan þetta. Og Fjölnisliðið ekki búin að finna tækifæri eða hvað, ákveða að sleppa sér þarna, en Gnar svara spreyinu og Bjarki missir þarna 67 skjöld. Ég syngist að vera að tilbúða sig inn í annar lið á þess að vita því. Þeir eru það, en vilja reyna að komast hérna meginn inn í hringinn, sjá þarna Steina, KHK og fleiri vera á hreyfingu. Ákveða að róta þetta inn bara fyrir aftan þá, fínt á meðan það fyrir að fylgjast með eitthvað í einhver aðra átt. Já. Og annað Fjölnisliðið núna bara koma sér þokkalega vel fyrir hér. Og Vít og fellur. Það var hann einn meðal baki á herrinu sér, sko. Já. 11 lið eftir, 25 leikmenn. Hringur númer 7 að fara hér af stað að lokast eftir 28 sekundur. Og ég fíla þetta hérna frá Fjölni. Ég fíla þetta frá Bjarka. Hann bara koma sér fyrir og bara setja sig í góða stöðu til að fara að ná skaða á aðra leikmenn. Og hann hlýtur að sjá Frost að það upp á. Frost er í vesinni. Kári, hann er feldur, Steffen tekur hann. Fjölnir, Donka, hann stelur þeirri fellu. Klára Kára. Emil, Gunsi og Lester að spila þetta vel, allir ennþá á lífi. Just út fyrir það þeir hafa rætt saman. Já, allan á þessum tímapunkti myndi maður að segja það, en er að koma þarna upp á mjög erfiðum stað. Eru með Fjölnismennina svolítið að halda sér. Teleporta sér samt vel inn og sérðu hvernig dreifingin á leikmönnum er akkurat núna. Það er enginn á hægri hliðinni á hringnum, sem þýðir það ef þú ákveður að staðsetja þig hérna í hægri hliðin á hringnum, þar sem að sónið er að hreyfast í burtu akkurat núna, það er örugglega besta staðan til að vera í hringnum akkurat núna. Eða einmitt þessi hérna sem er í storminum bara. Já. Það er sérlega mesta frelsi sem þú mynd hafa ef þú ert þeim megin, því að það eru allir á sama fermetran akkurat. Það er ekki mikið að pæla í bakinu þér. Nei. Og við sjáum þannig að liðin. Það er nóg að vera. Mozart var að falla þarna, spurning hvort að já, Gabbi klárar hann og það er þá liðið fallið út í 11. sæti. En hvort að þetta sé þá líka byrjunin af því að þeir ætla að skora á þá uppi. Bara er alls ekkert ólíklegt. Nei, en hvort þeir sé bara búin að koma svo þannig fyrir að þeir ætla að byrja að keyra á strax. Fíla þetta. Á að róta þetta núna. Gnar gerir vel. Finnur pláss fyrir sig og liðið sitt. Eru komnir hana akkurat á brúnina. Mjög erfiður hringur að spila af því að allur hringurinn mun hreyfast inn í hérna þennan hvítvertarhring sem þið sjáu þarna niður í hægra horninu hjá okkur, sem þýðir það að þar sem að Gnar og Steffen eru akkurat núna er í rauninni eini staður hans fólk kemst inn í nýja hring. Þannig að þeir eru að fara að fá alla á sig akkurat núna. Búnir að finna KHK, náðu þeirri fellu. En ég held að þeir séu bara það aggressífur að þeir vilja það. Þeir vilja að fá sér flesta til sín til að taka á móti þeim bara. Já. Þarf ekki að koma óvart þekkjandi þessa stráka, en núna sjá við Kristó, Dr. Hákon og Denas.
þeir eru búin að tímasetja þetta og finna tækifæri til að vera á hægkantinu, en hverjir eru að skora á þá? Það er Fjölnismennirnir og Bjarki Panda tekinn hana í bakið, vissi ekki af Kristó í bóksinu við hliðina á sér og þá er Bjarki Panda einn af, myndi ég segja, bara forustu sögum Fjölnisliðsins, fallinn og erfiðara fyrir þá að skora á hægkantinu. Við erum alltaf að bakka með það núna. Þeir eru ennþá að hugsa hæðina, skilur. Þeir ætla ekki að spila jörðina, þeir ætla að spila á hæð einhvers staðar. Núna eru þeir bara með að færa sig á annan stað, þannig að þeir geta skorað á Kristó, Denas, Dr. Hákon úr fjarlægð. Sem heldist niður að þeir nú þegar búin að missa einn lífsfélag, sko. Já, þú sérð hérna rótetið hversu langt og fljótt þessi leikmenn þurfa að fara áfram og sjáðu hvað allir þurfa að færa sig. 9 núna á hreyfingu og við erum með 18 leikmenn eftir 9 lið. Mythic, hann er low-key fine. Samt alveg high-key í vesinni. Kunsi B, Lester og Emil ná góður róteti hérna inn. Tryggja sér smá fastegn. Það var W Reasons útrúin. Já, eru bara nokkurn veginn komnir. Ættu að spotta Frost hérna til hliðar. Þessi veggur, eitthvað sem Kunsi B bjóst ekki við, allan að fá í andliti frá liðsfélaganum sínum. Þeir fara upp level og finna hérna einhvern bardaga. Kunsi B spá í því hvort einhver sé að koma inn fyrir aftan á. Gnarr er þarna bara hinum megin við vegginn. Óþægilegt. Sjáu þið hvað þeir eru að fara varlega á rótundinu hérna. Denas, Kristó og Dr. Hákon. Þorri, hann er fallinn. Fjölnir Aron, hann er kláraður. Mythic, low-key komið kill. Það er mitt nafn, sko. Við erum báðið 30 og við erum bara... Já. Nei, heyrðu, Kristó lendir í því að kasta í liðsfélaga sinn og rótir það þá aðeins einna og tekur þá skaða og hverjir eru komin á hægráti? Það er Sigmar, Kristó og Mythic. Nei, Gabbi. Fjölnir Aron, hann er fallinn. Það er þá eitt annað lið dottið út og það er Kristó og Sigmar og Gabbi sem að segja við ætlum að vera með hægráti núna. Sjáu þið hvað eru að nota mikið af metal í að tryggja þetta hægrátt. Það er allt út í kóns, hægri vinstri og þá eru þeir að rigna niður skotum. Það eru bara 12 leikmenn eftir. Já, ég segi bara, það eru einn fermetur eftir inn í hring en samt sem áður eru 12 leikmenn eftir. Lester ennþá á lífi ásamt Emil. Kunsi B, hann er knockaður. Lester reynir að finna sér eitthvað tækifæri þarna en hann er bara reykt niður kúlum á hann á ofan og það er þá bara einn leikmaður eftir í því liði. Það er Emil. Frosti, hann er að gera frábæra hluti fyrir frakkarna á Kunsa B og liðans komið í topp 5 og þá kemur áskorunin á hægráti. Dr. Hákon er mættur þarna og það er barátta stólinn stinn að mætast. Kristó, hann er tekinn í bakið, Gabbi mættur í bakið á honum. Dr. Hákon fallinn líka, það er bara Denas 13 á móti að mér sýnist 3 eftirlifandi leikmönnum hjá Sigmari, Kristó og Gabba. Denas þarf að hörfa, hann lætur sig falla niður, reynir að ná einhverja lífinu sinni tilbaka. Kristó, þeir loka bilinu, þurfi ekki að vera svona hátt uppi og halda áfram að spila þetta agað, kasta niður eins og litlu köllum og sjáu þið bara hvað þeir fá lífið sitt hratt tilbaka. Fyrir neðan Tentacles Steffen, það eru leikmennir sem eru í öðru sæti. Denas 13 ennþá að halda liðinu sinni inn í þetta úr fyrsta sætinu. Hann þarf að falla núna ef þessi lið ætla að eiga einhvern séns á að vera að saxa á þá. Og það er Steffen sem er knockaður. Gnarr tekur hann niður. Nei, Gnarr er þá eini eftirlifandi í því liði. Ætlaði ég að segja og Gnarr reynir að komast inn í hring akkurat núna. Kristó að haldunum og Kristó finnur felluna. Nei, finnur ekki felluna. Gnarr er einhvern veginn á lífi. Ég veit ekki hvernig. Denas er fallinn, fer út í 4. sæti. Og það er þá efstu 3 liðin, 5 leikmenn. Gnarr, hann fellur. Efstu 2 liðin, 4 leikmenn. Það er þá Emil á móti. Já, hann nokkar Sigmar en það er Gabbi og Kristó sem eru eftirlifandi og þeir loka þessum leik. Og hver er rétt fyrir sér? Það er þú. Óli! Getur það nú verið? Það er svona. Ég legg mikið upp úr því. Já. Þannig að við þurfum ekkert að horfa næsta leik. Hvernig fer hann? Já, það virkar nákvæmlega þannig. En
frábær leikur sem að við sáum hana kannski árásarkjarnari og meiri hasar en við byggumst við miðað við svona þriðja leikinn í seríunni, en við fengum nýja sigurvegara í þetta skiptið. Það var ekki Dennis Dr. Hákon og Kristó sem algjörlega lokuðu öllu, heldur voru nokkri sem slógu þarna tilbaka og verður áhugavert að sjá hvernig stigataflan breytist við þetta. Við skoðum það og endursýningar úr leiknum eftir örstu hlé, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes?
Veriði hjartanlega velkomin aftur, það Elko-deildin með ykkur á mánudags kvöldi. Eins og vanalega, leikur 1 er búinn og innanskams munum við fara í leik númer 2. En áður en við gerum það, ætlum við fyrst að kryfja leik númer 1 og það er af nægu að taka, myndi ég segja. Skulum byrja á stóra punktinum, High Ground Challenge. Jep. Hver er raunin leikinn? Þeir sem tóku High Groundið. Jep. Og þú veist, hvernig fór leikurinn, það er bara sem þú sagðir, þannig að við þurftum ekki að horfa á hann. Við bara geta spurt þig fyrirfram og skráð það bara niður og... Við erum kallaði Nostradamus Já. á stundum fyrir krakkarna sem eru að horfa heima og veit ekki hver Nostradamus er, þá er það spámaður hér í gamla dag, að spáði fyrir alls konar hluti. Og einmitt, var vinur hans Óla. Já, því ég var til í Grikklandi forna. Nei, en samt svona, þú veist, öllu grímslefti, við töluðum það, High Ground Challenge þarf að koma inn til þess að stoppa og það voru þessi tvö svona, usual suspect lið að berjast svolítið þetta. Kristó og Sigmar verið svolítið gjarnir á það að vilja High Groundið og berjast fyrir það. Ekki samt eins mikið og Kristó og Dr. Hákon. Nei. Það kom kannski ekkert á óvart að við höfum séð Denas, Kristó og Dr. Hákon berjast þarna á móti Gabba, Kristó og Sigmari. Samanskapi og svo við líka Fjölnisstrákana vera að berjast High Groundið. Það allavega tóku svo ákvörðin að hóta því, sko. Já. En svo náttúrulega mistu þér einn snemma úr því. Já, Bjarki Panda tekin hana. Fjall bara til dæmis mjög snemma í 3. sko. Já, hann náttúrulega bara, hann lendi í mjög óheppilegum aðstæðum. Þess að hann var með mann á veggnum sínum hérna, fattaði ekki að hafa búið edita glugga hérna á bakvið hann og það var nóg til þess að hann fjall. En að samanskapi, þú veist, mjög góðs viti að þarna voru 3 lið að berjast þetta. Ég vil meina að Fjölnisstrákarnir hafi ekkert tapað mikið á því að berjast þetta. Af því að Aron og Tonka lifðu aðeins lengur. Já. Þannig að vonandi höldu við bara áfram að sjá það. Þetta var líka bara slagur sem þið þurftu að taka í rauninni. Já. Þegar þess að ef þið berjast við þess að topp 3, það verða þær að gera þetta. Það er svolítið þannig. Og við sjáum hvernig einasta leik kemur sigurinn frá þarna uppi. Þannig að og það var til þess að Denas þeir fjallu í 4. sæti. Sem er náttúrulega risastórt fyrir Kristó þá. Sko, Denas og þeir, Denas Dr. Hákon og Kristó, þeir gáfu samt upp High Groundið eftir að við vorum búin að ná því, voru að berjast þarna á móti Fjölnisstrákunum, gáfu það síðan upp, fóru allalegin niður, rótituðu þarna einhverja mjög þrönga leið inn í hring á tímabili og komu síðan ekki aftur upp. Nei. Þannig að það er svo spurning hvernig þeir tækla það, hvort að þeir horfi á það sem, við feiluðum af því að við börðumst ekki nóg fyrir High Groundið, eða við feiluðum af því við fórum ekki aftur upp, eða við feiluðum af því við heldum okkur ekki bara niðri, skilurðu. Og það er áhugavert að sjá hvernig þetta spilar í strategíuna. Eða bara þeir feilu að þeir eru ekki vanir því að þessi challenge er hann uppi og kunni ekki alveg að bregðast við því. Já, það er náttúrulega stór partur af þessu líka. Þannig að en við erum með 100% win rate á High Ground í trios hingað til, þannig að það sýnir bara hversu miklu máli það skiptir. Verður áhugavert að sjá hvort það gerist á aftur í þessum leik eða ekki. Já. Punktur nummer 2, nýir sigurvegarar. Nýir og gamlir. Já, við tilum ekki með einhvern sem er nýjan sigurvegara en... Nei, en nýir í trios. Já. Og væntanlega þá ekki bara nýir heldur topplið út í 4. sæti. Töluverður munur á 4. og 1. sæti. Það er 11 stiga munur frá 1. sæti niður í 3. og svo 6 stiga munur frá 1. niður í annað, svo 6 stiga munur frá öðru niður í 3. og annar 6 stiga munur held ég frá 3. í 4. Já. Þannig að það er alveg 12 plus 11, 33 stiga munur sem að toppliðið í þessum leik var að saksa á þá. Já.
og þarna erum við komin á sko, Þannig erum við komin í keppni. já, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá stigatöfluna akkurat núna. Síðasti punkturinn sem ég langar að tala í þessum leik, mjög aggressífur leikur. Já, mér finnst það ótrúlegt. Ég hefði haldið þetta yrði meira því sama ef minna að gera við eitthvað sko. Já. Og við tala mikið það að við fáum að sjá fleiri inn í endgame og jafnmarga fell og allt það. En þetta er bara miklu meira af því. Já, og bara, þú veist, þessi lið, sérstaklega þessi topp 5 lið, bara mjög, myndi ég segja, sko, ekki í karakter að taka alla þessa bardaga. Já. Og það er þá spurning hvort að við séum komnir sko yfir ákveðin hjalla, þar sem að liðin sem eru á efst, þeim líður nógu vel til þess að trúa því að þeir geti farið inn í alla bardaga, ef þeir lendi í vissinni, þá geta þeir komið sér í burtu. Já, sannilega. Og rebootað. Eða þá að annarkvort það að þegar hinniskarinn þeir lifi það illa, já, að það er svo stutt á milli, já, að þeir verða að gera eitthvað glóríur til þess að halda sætinu sko. Gæti verið. En það er allavega áhugavert að sjá hvernig þetta þróast inn í leiknum 2. Að því sögðu að þá skulum við fylgjast með stigatöflunni ef við eigum hana. Hún er tilbúin, þá skulum við fá hana upp áður en við kíkjum síðan á endursýningar úr leiknum og hún er tilbúin. Denas, Dr. Hákon og Kristó ennþá á toppnum 199 stig en það hefur ansi mikið minkað. Það er ekki 50 stiga munur í næsta, heldur er einfallega 20 stig í Tentacles liðið. Og það er ekki liðið sem var í öðru sæti? Nei. Og svo er þetta með Kristó og Gabba, þeir eru búin að minnka þetta líka í 35 stig. Og núna er munurinn sem var á 1. og öðru sæti jafn mikill og munurinn á 1. og 4. sæti. Yep. Þannig að Mitti, Kalli Blikki og Dagur og í rauninni Markus, Sjax og Stöffi, allir á mjög góðum stað til þess að skora á 1. sæti hérna í þessum. Já, ég meina sjá bara ef að Emil og félagar gera svipaðan leik og Kristó núna, þá er þeir búin að blanda sér þetta fyrir 3. kvöldið og... Já. Þetta er allavega að byrja að vera ansið spennandi þarna á toppnum og virkilega gaman að sjá okkar besta mann Gunsa B komin að klifra upp stigatöfluna. Ég er smá hrættur við það sko. Já. Þegar í Duos þá gerði ég veðmál við hann. Já. Ef hann lendir í topp, man ekki hvað það var 5, þá myndi ég fæ mig Fortnite lama í tattúarað kolun á mér. Já. Ég tók því. Ætli ég fái ekki SMS í bráðum. Hann er allavega ansið nála því. Er veðmálið ennþá inni eða? Hann er allavega ansið nála því að vinna það veðmál og komast í topp 5. En virkilega góð framistæð hjá öllum þessum liðum og núna er ég sko, þetta er allt annað heldur en í Duos. Já. Núna er ég ógeðslega spenntur svo stigatöfluna eftir næsta leik. Yep. Það er bara þannig, ekkert eðlilega spenntur. Þannig að því sögðu að þá held ég að það væri gott fyrir okkur bara hérna sjáum við hvernig stíginn hafa breyst. Það var hvað, 35 stiga munur niður í næsta, núna er það 20 stig, þannig að 15 stig sem að XSX Tentacles eða Tentacles liðið stelur þarna af toppsætinu. Markus Jax og FH. Það er Theo Stöffi að þeir fara þarna úr 3. sætinu, falla niður í 5. sæti. Á móti kemur að Kristó, Gabbi og Sigmar fara úr 5. sætinu upp í 3. sætið. Mythic, Loki Fine, Halli Blikki og Dagur þeir haldast á sama stað en bæta við sig slatta stigum samt sem áður. Og svo er það einmitt þeir eru Loki Fine á þessu stöðu. Þeir eru Loki Fine en svo er það einmitt þessari Casters Curse við tölum um. Já. Ég talaði vel fjölnistrákuna, þeir fara niður sæti. Þeir fara niður sæti en samt bara ég ætla að hrósa þeim fyrir frábæran leik. Klálega. Af því að sko ef að einn af þessum bardugum fer þeim í vil, þá held ég þessu topp 3 liðið þessum leik. Yep. Þannig að þú veist, mér fannst þeir spila leikinn mjög vel og þetta er svona einn af þessum hlutum. Það er talað um það sko að vera results oriented eða að hugsa bara um það hver niðurstaðan var. Já. En á móti kemur að þú getur gert sama hlutin 10 sinnum. Ef við myndum spila þennan leikin gegn 10 sinnum, þá myndu þeir enda í topp 3 eða vinna í kannski 5 af 10 skiptum. Yep. Þannig að allt sem þeir gerðu var rétt, þeir bara voru óheppnir að þetta var eitt af þessum 5 skiptum þar sem þeir enda ekki. Klálega. Ég held að þeir hafi gert allt til að hámarka líkurnar sínar. Algjörlega. Þó að það hafi ekki skilað sér á endanum í stigum. Stundum er það bara þannig. Já. En þá þarf maður að geta verið sko örugur með sínar ákvarðanir. Já. Treyst ákvarðanatökunni og sagt, hei, við gerðum rétt,
vorum bara svolítið óöfnir, skilur við höfum kannski getað gert aðeins betur hérna, kannski getað gert aðeins betur hérna, en heilt yfir þá spiluðu þetta vel, við ætlum að gera þetta aftur, við ætlum að spila hérna 6 leiki í röð á þessari formúlu og við erum að fara að vinna einn af þeim. Klárlega. Já, ég meina það kannski eitthvað til þess að fínpúsa en allt sem þið gerðu svo sem var bara virkilega vel spilað sko. Og einmitt eitt af þessum 3 sem erum að challengea á high-groundið sem við erum búin að tyggja ofan í leikmenn að gera. Já. Þannig að við erum virkilega ánægðir með svo það. Já, og hérna við sáum líka Emil og Lester og Co. Þeir fara upp hérna 2 sæti. Þorri, Brimir og Heita eru komin upp í 10. sæti eða 9. sæti. Ætlum við séum að fá staðfest ykkar, þetta Heiða? Ég veit það ekki. Við þurfum bara að komast að því. Já. Þetta er Sjáman. Sjáman. Já. En já, þá séum við það gott að stigunum og áður en að við förum að undirbúka hérna fyrir næsta leika þá skulum við keyra endursýningarnar úr leik nummer 1 og minna okkur aðeins á helsta sem að gerðist og við getum bara fengið þær í gang þegar þær eru tilbúnar en heilt yfir, skemmtilegu leikur kannski ekki með smá óvart hversu mikil árásarkirni var og kannski merkjum það að metan sé aðeins að breytast við erum áhugavert að sjá hvernig það spila sig með nýja sísonu hvort að við sjáum það þá detta aftur niður þannig að allir eru að venjast nýja sísonu eða hvort það bara keyrist það meira upp eða hvort það keyrist meira upp það er nefnilega klikkað og hérna hver er staðan á endursýningum? Eru endursýningar tilbúin? Ég held að finni sig bara í fíld í okkur já ég held að það sé bara fíld í sjálf og sig Já, það. Við erum ekki venið gauta hérna hvort því miður. En endursýningarnir eru tilbúinir, við skulum rúlla þeim. Sjá svona helsta sem að átti sér stað í þessum leik. Byrjum hérna snemma í leiknum 50 eftir. June Ara að reyna að koma sér í burtu, lendir í vesinni næstu. Bara detta niður þarna og bara taka fall damage. En ákveður að snúa vörn í sókn sem að endaði nú ekki á því að virka nógu vel. Nökkvi spila þetta vel. Við erum næst hérna með Steina 23 og 3 skot sem hann náði þarna á Jónas, the GOAT, en það var ekki nóg. Hann var felldur þarna að Brexa. Hérna er Ækristó og Sigmar í mikill eftirför á Markus. Markus að reyna það sem hann getur til þess að komast í burtu. Og Markus Drapvik var hér, Markus fjall. Ækristó tók hann upp, ef ég man rétt, þá var hann rebootaður samt sem áður á Markus. Það var aftur inn í leikinn. Sama í rauninni við hérna Natius, hann var rebootaður líka. En ég held ég ekki séð einn leik í tríós allavega sem Ækristó er ekki að meta Mythic Grimmu og Mythic. Já, þau lenda hana hjá Desert Rose, hérna NPC-inu. Þeir lenda þar og eru að taka þann boss í hvert skipti. Jótsén Pjási hérna lendi í eldingaleik og tapaði á móti Gnar, Steffen og Lexa. Hérna kemur geggja múf, Denas mætir á reilinu og brýst í gegn. Hvað var það Hann næri inn? Hann næri inn í klóstið. Og allir hérna Fortnite-spilarar sem hafa spilaði meira heldur en viku vita það að þú eltir ekki þegar einhver fyrir inn á klóstið. Því að hann stendur hinum meginn með sjálfu og tekur á móti þér og er búinn að klára þig áður en þú kemst út. Viss þarna lendi aftur í eldingaleik á móti Gnar, Steffen og Taco og tapaði honum. Þeir voru svolítið gjarnir á það að vinna þá eldingaleikin. Jep. Þeir eru svolítið mikið í því líka bara að elta. Ég elska að vera hann. Ég sá þetta skot hérna hjá Gnar á Gogga. Galið. Galið. Talandi að elska að vera hann. Það er Lester. Þetta var líka ekkert eðlilega vel gert. Sérðu hvað hann tímasettur skotin sín og bildin upp á 10. Allt upp á 10. Steini 23, hann er tekinn inn í hliðina, reynir að koma sér burtu, en þetta var hérna, hann næri að teleporta, nei, hann næri ekki tekinn sekundur áður. Að klikka á takkan til þess að fara það. Já, við sáum það ekki þarna þegar Gnar tók bara eitthvað aggressívasta kött á rótiti hjá honum sem ég hef séð. Og hérna, bara aftur, nákvæmlega, þeir ná fyrir nokki, þeir eru bara 3 mættir. Kannski voru þetta bara þeir. Jú, ætli það ekki. Það var bara Steffen, Gnar og Lexi að bara sópa allan serverinn. Ég stengist þér, ég voru með eitthvað kólfettur í leiknum. Já. Brimir hérna lendir á móti Fjölnir Aron. Næstuði búinn að vinna þennan fight. Hefði verið vesen fyrir Aron ef að liðsfélagarnir hans hefði verið nær. Já, en á sama skapi þá vinnar þau þetta fight af því að liðsfélagarnir Arons voru snöggur að koma. Já. Sjöstöppi reyna að komast í burtu þarna, kemst ekki.
hérna var Taco Lexi fallinn og hann var kláraður hér ef ég man rétt af fjölnistrákanum. Já, Bjarki Panda með Lexa. Þorri nær Montreal þarna. Montreal á öðru lífinu sinu ef ég man rétt í þessum leik þarna. Þetta bara út í miðjum stormi. Já. Sem alveg oft svekkjandi sko, þegar maður tekinn einhvers staðar út í miðjum stormi og býst ekki við fólki. Það svona meira leiðilega. Heldur að það séu Ég tók þessu play en virkilega vel spilað hérna hjá strákunum að sko, þetta pískutról. Já. Spreyja niður alla þessa veggi, brjóta niður, fá hann inn í boxið, klára þar. Þetta er Bjarkabanda komið. Já. Skilur, hann að berjast í akkurat hináttina og bara fattar ekki að hann á ekki vegginn. Nei. Sem bara Þetta var líka sem við varum að tala þegar þið byrja að byggja núna. Þú veist að leita af þessum mistökum. Já. Og hann að Lester líka bara virkilega óheppinn. Hann reynir að svona teleporta sig og skjóta því hátt upp en það eru bara leikmenn sem eru einfaldlega að horfa beint niður. Og hérna sjáum við fardagan highgroundið Kristó. Hann var á leiðinu upp en Gabbi, hann segir bara nei. Ekki að ræða það. Tekur hann í bakið og þetta er kannski kaosið sem að spilararnir eru búin að vera að forðast. En það sýnir sig líka, sko, við ættum að fá að sjá það núna eftir smástund hversu mikið var lagt í þetta highground. Já. Þeir algjörlega teppalögðu bara highgroundið. Virkilega gaman að sjá líka það. Við erum að tala það að Teinarsvæði Kristó, og Kristó, hver með þeim? Hæ? Hver með þeim? Teinars Kristó og Dr. Hákon. Dr. Hákon. Þeir eru búin að eiga þetta highground skuldlaust. Núna út þetta tríó. Það er ástæðan fyrir því að ég sé hann uppi. Það er virkilega gaman að sjá að þeir eru að taka þessu ákvörðun að skora á það. Já. Og hérna var... Og vel gert hjá Emil að... Þetta var frábærlega vel spilað hjá honum. Meira að segja Finnur fellur sko. Já, og þú veist, hann var bara næstu því búinn að gera þetta virkilega óþægilegt. Já. Fyrir Gabba og Kristó þarna. Báðir lágir og Emil alveg svona með þokkalegt líf þarna áður en að Gabbi finnur hann í bakið sko. En þarna sáum við hvernig leikar fóru. Vel spilað. Virkilega vel spilað. Highgroundið, skiptir svolítið miklu máli. Ég held að bara í tríó svo þetta bara, þú vinnur leikinn það. Já. Sko, veist, mér finnst samt ennþá, skilurðu, eins og bara út af fjöldanum sem að fara inn í endgameið, þú veist, inn í lokastíðinleiknum, þá erum við ennþá, sko, já, þá erum við ennþá það mikið undir svona kritísku massa. Já. Að við erum ekki að fá alveg eins mikið og ættum að fá, þú veist, highground skiptir meira máli, af því að það eru aðeins færið þarna inni. Það ekki, þú veist, leikmenn til þess að fylla bilið á milli highground og lowground af bildum. Nei, nákvæmlega. En að því sögðu að þá erum við tilbúin með leik númer 2. Það önnur rútuferð kvöldsins. Hvernig verða stigin að þessum leikloknum? Spurning hvort að við förum hérna út úr þessu kvöldi með nýja leiðtoga eða nýja forystusauði í þessu móti. Við þurfum ekki að bíða lengi til að komast að því. Skulum henda okkur inn í leik númer 2 akkurat núna. Já, við fylgjum hérna Kristó á fluginu niður. Það lent í Tímons Dojo eins og ég sagði. Það farið beint í það að taka út Desert Rose bossan. Það að fara að gefa akkurat þetta loadout sem við sjáum Kristó með í hverjum einasta leik. Þessi gríma líka ekkert eðlilega góð. Það styttri tími á milli þess að þú getur notað teleportið. Og 50 skipti. Og 50 skipti. Þannig að þú getur kastað þess að teleportum hraðar. Þýðir það í rauninni að með því að vera með þessa grímu þá getur Kristó elt uppi alla í grímukapplaupi. Og hann vinnur því öll. Já. Bæði mun hann geta farið lengra af því að hinir munum bara geta notað hann á 15 sinnum.
en hann mun líka geta farið þar hraðar. Þannig að það má eiginlega segja að það kom mér smá óvart að það sé ekki leikmenn sem að reyna að skora á þá á þessum stað. Meira. En er þetta alltaf lið sem þú vilt mæta fyrst? Nei, alls ekki sko. Alls ekki. Og það örugglega það sem að bjarga þeim. Já. Veit ég hvort að fólk hafi tekið eftir því en hann pingaði grímuna þarna til að láta liðsfélagið sinna vita. Þannig væri við auka grímu að ræða. Sérðu hvað þetta er skilvirk leið að lúta hérna hjá hann. Hann er ekki búinn að stoppa í eina sekúndu og allt sem hann er að gera, hann er bara að hleypa beint í kistu, beint í rétt spón, beint á réttan stað. Er núna að sko gera tunnurnar lágar fyrir hann vinir hefur líka bara tekið þessar leiðir 100 sinnum með þeim. Og þetta er líka, þú veist, þetta segir mér að þú kunnir á staðinn sem þú ert að lenda. Já. Þetta er eitthvað sem að sko nýrri spilarar mega taka til sig. Þegar þeir eru að byrja í Fortnite, eða það kemur út nýtt season eins og eru að fara að koma núna, lendið þið þá alltaf á sama stað. Klálega. Það kemur fyrstu 20 leikina að lenda á sama stað, kortleikið nákvæmlega hvar þið ætlaði að lenda, hvert þið ætlaði að hlaupa, hvaða kistur þið ætlaði að opna og rönnið þessa leið 20 sinnum. Já, það er svo, hann kann örugglega þessa leið betur en hann kann leiðin í skólan, sko. Já. Við sjáum hérna Jólakissi, Straight Up Ducker og Mozart, við erum að finna Vító og það eru kærkomið stig fyrir það lið. Jólakissi, já, það er ekki íslensku vetur í honum, hann er bara orðið einhverja kókosnötur í einhverjum asískum frumskói. Það er nú líka febrúar. Já, það er alveg að koma sumar. Við erum eftir seinni veturinn, sko. Það kemur núna í apríl-maí. Eða mars-apríl. Páskaveturinn. Páskaveturinn mikli. Sem kemur alltaf, sko, öllum Íslandingum á óvart á hverju einasta Hann kemur mér alltaf jafn mikið á óvart. Já, hann er alltaf bara, jæja, núna er veturinn búinn. Hann bara, nei. Á hverju einasta ári, vinur minn. Blaut amma er að lúta og já, það er bara einn eftir. Missa liðsfélagi sína. Dagur Friðriks og Viktor Adam báðir fallnir. Blaut amma líklega bara... Alveg að finni sig í fílu. Skilur eftir ljóð sem kveikt inn á handbóku svo við sjáum þess minna, sko. Já. Já, takk. Blaut amma heldur áfram að lúta hérna bara. Fínt að lúta sig upp í friði. En þarna, núna sjáum við nákvæmlega sama og við sáum í leiknum með 2 síðast. Marcus, Stuffy og Sjax eru búin að pússa hérna Flooded Frogs og eru að mæta þar Emil, Lester og Gunsa B. Emil, Lester og Gunsi ekki ennþá fallnir, sýnist allir ennþá vera á lífi og eru búin að byggja ágætis plássan í kringum sig sem að þeir stjórna. Ég sá það líka á síðasta kvöldi að þeir einmitt þetta lið sótti þá einmitt þarna síðast. Þetta er bara nákvæmlega eins og í leiknum 2, nema að Lester er ekki á undan liðinu. Og núna Emil, þetta skot nálægt í að hitta þarna. Gunsi að reyna að veita liðsfélaginn sínum liðssinni. Boksa sig upp hér. Svartaginn heldur áfram. Gunsi leitar að einhverjum tækifærum. Kominn hérna á jarðhæðina. Gerir vel að brjóta þarna, reyna að tryggja eins mikið af yfirráðum og hægt er. Hann ætlar að fá sér smá kókosnötur líka, fínt að hlaða skjöldina eins. Og já, linkar aftur upp við Emil. Var þetta ekki Lester með honum? Hvað er Emil? Það var Emil. Hvar er Lester? Hvað er Lester? Það er spurningin. Ég er búin að missa 2 mann aftur. Nei, þeir eru 6 þarna. Er það ekki? Ég bara sé ekki hvar Lester er. Hann lítur að vera bara beint fyrir neðan. Já, hann er hann. En þetta er svolítið áhugaverð staða. Já. Af því að hver ætlar að brjóta hérna jafnteflið þarna? Já, hver ætlar að brjóta skarið? Já, hver ætlar að taka skarið? Lexi, Gnar og Steffen, þeir halda áfram upptökum hætti, þeir droppa hérna niður á Frost. Og Frosti, hann bara gufað upp þarna. Emil lendur í vesinni og Marcus, hann bara mættur inn í boxið. En hver er þarna á sverðinu á Milljón? Það er F.A. Stuffy og hann búinn að taka út Lester, en það er bara Emil og Stuffy, þeir eru 1-2 sem er eftir. Mér sýnist þér alltaf að ná að leyfa refsinu.
Sko, nei, Stöffi ætlar ekki að gera. Hann að hlaupa og að leita að Emil og búinn að finna hvar hann er. Hann líka með hérna spicy splashes, þannig að hann hleypur ekstra hratt akkurat núna. Skiptir hérna yfir, þar Kristó að taka út Wish.is, Brjátbreki að spreyja niður veggina hjá Brimi. En Þorri og aðri liðsfélagar voru þetta lengra vinstri, já, og Brjátbreki, hún loksins refsað fyrir þessa árásargirni. Hann bara refsað fyrir að byggja ekki baka sig, þó hann var að slást í þessu átt fyrir, sko. Og í rauninni hann að fá kannski bara aðeins svo mikið frelsið þarna akkurat núna. Emil búinn að ná Lester upp. Á sama tíma bæði Markus og Sjax, ég ætla bara að kalla hann Sjax af því ég veit að það er ekki hans. Það eru þeir báðir komin upp líka, þannig að þetta orðið 2 á 3 þarna. Hringur byrjaður að múva, spurning hvort að Flooded Frogs sé ennþá inni eða hvort að þessi bardagi haldi áfram í storminum. Núna reynir á meira heldur en bara mekaníkina. Það ákvarðanatakan. June Ara, þarna Helgi Rafael að reyna að koma sér burti. Helgi Rafael á 1 líf. Mér sýnist vera meira... Og viðspilan ekki mikið heldur. Nei, mér sýnist vera meira movement í boði hérna. Jú, þeir að reyna að metta það inni en Brimir ætti að vita það. Bíður eftir þeim hana, ætti að séð Helgi Rafael koma út. Droppa niður og mér sýnist sem svo að þeir ætla ekki að fara þarna án þess að klára þennan bardaga. Brimir, hann fellur lágt niður þarna. JTN Pjási, hann að fá fellu fyrir sitt lið. JTN komur á blað. Hvað getur Brimir gert hérna? June Ara, nei, Brjátbreki fallinn. June Ara á ekki neitt en tekur samt niður sig sjá. En Brimir nær að bjarga liðsfélaginu sínu þarna og taka úr June Ara. JTN Pjási heldur áfram að berjast ásamt liðsfélaginu sínum. Sigmar tekur út Stöffi. Það þýðir að Sigmar, Kristó, þeir eru komnir í Flooded Frogs og spurning hvað hasar í gangi þar. Það getur líka risastórt að ná þeim út fyrir Kristó. Já, Denas hérna nýtir Kinetic Blade til þess að finna Séralák. Séralák býst ekkert við þessu, reynir að teleporta sig í burtu, kemst hann í burtu. Hann í storminu, mætti ekki geta það. Nei, Séralákur fellur og liðið hans úr leik þá líka. 40 leikmenn eftir og við erum aðeins hærri í hérna fjölda spilara í þessum leik heldur við fórum í síðasta leik, aðeins, ekki mikið samt sem aður. Steffen tekur smá skaða þarna, Gabbi að stríða honum. Og já, mikið rétt, þeir eru í Flooded Frogs. Ég sé samt hvergi hvar Emil og Gunsi og Lester eru. Hvort að þeir hafi tapað. Já, þeir sé þetta fjólubálið þannig á mappinu. Nei, það eru Sjax og Markus. Nei, þarna eru þeir. Já, þeir hafa náða að fara. Komast í burtu. Og með kortið, af því að sko, Lester var alveg fann. Þannig að Lester er duglegur að reyna að safna öllum þeim efni við sem hann getur akkurat núna. KHK hérna fylgist með Pjása og Habibi. Ákveður samt að fara aftur til liðsins, ekki taka skot, ekki láta vita á sér. Þeir eru langt frá hring og mega ekki við því að fara að lenda í einhvern bardaga núna. Halli Bliki býður hverjum þeim sem vill teleporta þangað velkomin. Það er bara endilega. Sjáðu hvað þeir eru að feika samt mikið. Steffen færa það á sig 1 skot og þeir ákveða að bara bíða. Gabbi finnur Jónas the Goat. Hann er oft fundin svo geit. Já. Lexi sér hvort að hann geti ekki fundið einhvern skaða hérna yfir á Mythic sem er samt low-key fine sko, Halli Bliki og Dagur. Hann er alveg low-key fine sko. High-key ekki fine samt sko. W-Riz samt. Já, W-Riz skipið í toilet. Já, þú veist, Phantom Tax, skipið í Rizmas. Eitthvað svo leiðis, eða ekki.
Þetta meikaði sens fyrir einhverjum, það er allavega nokkuð ljóst, en við sjáum bara góða ákvörðunartöku hérna. Ég meina, Steffen, Gnar og Lexi hafa verið duglegir að fara í þá bardaga sem að bjóðast en eru greinilega ekki að þvinga eitthvað sem er óþægilegt. Já. Sem er mjög gott. Finna þarna samt Habibi, JTN. Þessi gæti félagskið sem við sáum að sjá JTN strákara in action. Jú, nei, við sáum á þann líka. Nei, ég ætla bara þessi leikur, skilur við, já. Lítum við hvernig leikur. Þeir náðu fellu á þann, JTN. Stefnir kláruð og núna já, Kristóf Þetta er slagur. Hvar já, þeir eru allir þarna bara rétt inn í storminum. Harhon nýtir tækifærið, fer aftur til liðsins síns. Þeir ætla að teleporta allir saman. Finna línu á þá. Og ef að þessi bardagi fer á einhvern annan hátt heldur en að annar liðið ákveður að láta sig hverfa, að þá gæti þetta haft miklar þýðingar fyrir toppinn á stöðutöflunni. Það er þvílík áhrif á stöðutöfluna. Sérstaklega ef að Fjölnismenn takir þetta. Já. Denas, Kristó komnir núna inn í hring, Fjölnismenn ennþá ánægðir að chilla fyrir utan hring. Steffen, Lexi og Gnar þjarma hérna að Lester, Gunsa og Emil. Þetta lið tók bara ákvörðun, við heyrðum hvernig við töljum Lester í solos. Við viljum þetta núna. Já. En mér finnst sko bara það sem við erum að sjá, núna hring 3 áðan, þá vorum við með 31 leikmann eftir. Já. Núna er hringur 4 að fara af stað og við erum með 34 leikmann eftir. Það er aðeins hægari bragur yfir þessu, en akkurat í þeim orðum fellur Steffen hérna. Hann er bara með að þrjá keyrandi inn í. Já, og hann er partur af Tentacles-liðinu. Nei, hann er ekki partur af Tentacles-liðinu. Nei. Sem er í öðru seti. Hann hét bara Tentacles. Já, hann og Steffen voru held ég liðsfélagar í duos. Já, Lexi Lexa, hann kemur hann inn í runna, hann býst ekki við Habibi og Habibi nær að klára, en núna þarf Habibi að fara að koma sér í burtu. Og hér snarast það sko. Já, hvað þeir voru... En náttúrulega Steffen fjall líka, þannig að það er bara Gnar eftir. Já. Þetta er smá vesen hérna fyrir Steffen, Lexa og Gnar. Já, við höfum séð Solo koma tilbaka. Þannig að vissulega brekka en ég ætla ekki að afskrifa hann. Nei, ég held að við getum bara aldrei verið að afskrifa neina leikmenn hérna. Þessi closed básar fengi að finna fyrir því. Já. Það var bara þannig. Gnar hlustar á eftirvæntingu og allt það sem er í gangi hérna er bara að vonast til þess að enginn komi. Á sama tíma er Lester að finna vító. Þá er Þorri, hann færi sig í áttina. Spurning hvort að þeir ná að finna Gnar þarna sem að ætlar ekki að láta neitt fyrir sig fara. Þannig ég held að bara hann sem er lokuð augun skjáði núna. Ef ég sé þá ekki þá svo þau mig ekki. Já, þetta er svona jafngildi þess að fela sig til rúmi eða það er draugur. Nei, þetta er bara svipað ef ég er að skamma hundi minn. Hann horfir allt annað en mig. Þegar ef hann sér mig ekki þá sé ég hann ekki sko. Já. Setja sængin yfir hausinn. Já. En svo virðist sem að FH-liðið hafi látið sig frá hverfa og Gnar nýtir svo tækifæri líka til að reyna að finna einhvern betri stað. Þessi runni lítur vel út. Hvað það sé fyrir Lester farþega með? Engir í lestinni. Nei. Og bara Gnar á frábærum stað. Já. Ég held að hann bara fái að vera nokkuð óáreittur í töluverðan tíma hérna. Inn í zóni, toppmálum, ákveður samt að færa sig. Inn í JTN. Já. Sá hann ekki. Kjási geti verið í vesinni hérna. Hann er ekki með neina nitskjöld. Og langt frá. Var held ég að vera rebootaður. Þannig að hann er að leita að einhverju lúti þarna.
En Gnar þarf nú að hafa allan varan á hérna, passa að láta ekki vita af sér of mikið. Hann kemur sér upp einfaldasta húsi sem þú getur, kón og golf. Þarf ekki mikið. Það þarf ekki meira. Og sjáu þið, Lester og fleiri að hlaupa fram hjá honum og ekki að taka eftir þessu. En núna eru stálin stinn að mætast hérna. Það er Emil, Lester, Gunsi B og rétt fyrir fram að þá eru Gabbi, Sigmar og Kristó. Og Jótjen hann líka. Jótjen eru fallir. Þeir eru svolítið straujaðir af Kristó og Sigmari og Gabba. Og ekki þið vistu. Nei, og núna eru Emil og Gunsi B þarna. Sjáu þið hvað er Gnar lét finna fyrir sér þarna. Gaf Kristó tækifæri. Já. Úf, núna þurfa þeir að passa sig. Áhugavert að Kristó sé ekki bara búin að spotta Gnar líka. Þeir ákveða að beila. Sem að er sniðugt ef þú horfir á hvað hringurinn og það eru 30 sekundur í hann hreyfist og þetta er zón nummer 6 sko. Og hvað það eru margir þarna. Já, þú vilt alveg ekki festast í þessum barna. Góð ákvörðun held ég bara að beila út af þessu. Ekkert mikið upp úr þessu að fá. Á sama skapi held ég að Lester og þeir séu bara fegnir. Já. Pjási og Habibi falla þarna. Sigmar með 2 fellur þar. 30 leikmenn eftir. En samt bara 27. Já. Það er alltaf búið að loka í bónus svona eins og sent. Já. Og þetta skóra gólfið og... Sko, bónuskvísin er að missa. Já. Dr. Hákon, hann er með medaljuna sem að lætur hann hverfa þegar hann sprettir. Og þeir eru einfallega bara að reyna að fá upplýsingar og finna út hvað aðrir eru til þess að þeir geta spilað svolítið eftir því. Við þurfum að rukka bónus meira núna. 27 leikmenn eftir og svona miðað við oft áður að það var bara ansi rúmt flesta spilara akkurat núna. Maður ætla bara að keyra. Já, Gunsi ætla bara að koma sér í burtu. Til liðsfélaga sína. Var hann að reboota hana eða? Ég sá það ekki, nei þeir eru allir uppi. Gnar næstuði búin að, fá ákveðna gjöf þarna. Hann fær nokkið. Fær nokkið, Gunsi býr nokkast í storminum. Og það er þá spurning... Hann er einhver að klára hann. Þú sér líka bara hvað hann er að taka mikinn skada. Þetta tikkar 5 í 1. Það var hann uppi sem náði að klára Gunna. Já. Gnar bara lifir, fekk nokkið, kominn inn í hring. Þegar hann stretta á hann þarna, þú mátt ekki láta skilja lappirnar eftir, hann er einhvern veginn bara að finna leið til að komast upp undir boxið á Frosta. Og það er ekki hægt að verjast óþægilegri sókn heldur en upp undir boxið. Nei. Hvað þá þegar þú heldur og sért á jörðin? Og líka á þessari ferð. Já. Þetta var, ansi stór brekka, myndi ég segja. Lítið þetta setja út á Frosta þarna, en Kristó leysir hann úr loftinu og þá ætla þeir að bara láta til skara skríða, en leið og Kristó fyrir upp og þá er hann líka tekinn lár, bara 64 líf, þeir ná samt sem áður að klára Kristó, en þá er spurning, ætlar liðsfélagar hans að gera eitthvað? Kristó, Sigmar og Gabbi allir saman hérna tilbúinir til að verjast og það er það sem skiptir máli, Aron. Ég held að þeir verður núna bara liðsfélagar Kristó verða bara að taka því tapi og fara. Dr. Hákon og Dennis, þeir get ekki farið þannig upp og tekið fætinn sko. En þetta er málið, ef þú nær nokki og nær killi þá bara allir að fara beint á þann stað til þess að verjast síðan sko seinni partinum af sókninni frá andstæðingnum. Það kemur að bylgja eftir því. Já. Þannig að vel spilað, vel tryggð fella. Og eins og þú talar Dr. Hákon og Dennis, það er engir fara að skóra á þeim, þeir eru bara chillaðir. Já. Þá kemur púsið hérna frá Fjölni, Bjarki, Aron og Tonka, allir að teleporta inn þarna, leitað einhverju, en eins og þið leitið af, hann er farinn. Og þá þurfa þeir að passa sig, það er einhver upp á eyjunni.
að láta kúlum rigna niður yfir völlin. Og þeir kunna alveg hitta það, sko. Já. Og þegar ég sé einhver, þá minna ég sigurverðarnir í síðasta leik. Já. Það var líka Denver og þeir skoruð á eiguna þeirra, sem þeir eru bara eigan skuldlaust. Já. Fengu heldur betur að finna fyrir því. En þú veist, sjáðu bara þessa stöðu. Þið þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu. Ekki neinu. Þetta er bara, sko, Sigmar getur bara farið og grilla sér Og spónið er samlokku. að færast yfir þær. Já, ég er að segja, þú veist, að bara Sigmar getur farið að grilla sér samlokku og það er Já, partur af bara einni eyju sem er ennþá inni. Ég er bara að græða kaffi og... Þeir eru bara að fá frítt hægrand heilan hringi viðbútt. Þorri hérna næstu búinn að taka Steina niður. Já, Steini fellur í storminum. Og þá kemur hreyfingin hérna inn hjá Þorra. Þorri er bara einn. Hann er bara einn að samt að láta finna fyrir sér. Fær felluna. 3 fellur. Samtals 6 fellur á liðinu. Jáhá. F á liðið að vakna til lífsins hérna. 7. Ó, vel gert að það. Hann blokkar KHK út í storminum og það er ekki mikið líf eftir. KHK, hann er fallinn. Hvað getur Þorri gert? Hann var búinn að kasta teleportinu sínu. Hann þarf bara að aktivita það akkurat núna, byggja sig. Já, komin inn í hring, lifir þetta af, virkilega vel gert hjá eina eftirlifandi leikmanni FH hérna. Svo, hann var næstu því búinn að leyfa KHK að falla á storminum án þess að taka skaða með hann, það hefði hann ekki fengið felluna. Já. Þurfti að stoppa hana við og reyna að ná einhverju. Og Dagur, Halli Bliki og Mythic, þeir eru low-key fine. High-key fæn bara. Bara high-key fine. Fjölinsmenn, þeir eru að ennþá. Denas og Dr. Hákon, þeir eru ennþá. Kristó ekki með þeim. Kári er þarna ennþá líka. Mozart, hann er að fá bara heila herfylkingu á turnin sinna akkurat núna. Og það er verið að pússa á allar áttir akkurat núna. Kristó lætur finna fyrir sér þarna. Það er aftur hægrándið sem er verið að vinna fyrir. Þorri fellur í storminum. Bjarki Panda og Fjölnisstrákarnir reyna að róta þetta hérna inn á meðfrá jörðinni. Bjarki lætur sig teleporta en tekur skaða þarna frá Kristó. Kristó spilar þetta listilega á toppnum. Rignir niður skaða á alla sem koma niður. En Aron one-pumpar Halla Blika. Og Bjarki Panda, hann er bara ekkert að fara að komast aftur upp held ég. Nei, en þetta skot þurfti að vera hár Þeir eru að reyna, en þetta er ekki tíminn til þess að reyna. Stormurinn gerir bara of mikið skaða. Og Mythic, hann er bara lokað og úti þarna. Sjáðu Sigmar, hann með 7 fell. Já, Bjarki Panda, hann er fallinn. Gabbi, hann er fallinn. Það þýðir að það eru bara 2 eftirlifandi leikmenn hérna. Sigmar og Kristó hjá sigurliðinu úr síðasta leik. Denas 13, hann er ennþá á lífi. Lester, hann er fallinn. En hann er svo sem í boxinu hjá Emil, gæti náð honum upp. Mozart, Straight Up Ducker og Jólakissi, allir 3 ennþá á lífi og þeir eru komnir í hættulegan bardaga þarna. En það er Kristó og Gabbi sem eru með hægrándið þarna. Virkilega vel gert hérna hjá Mozart, Straight Up Ducker og Jólakissa. Að koma svona langt. Top 6. Já. Fellur hann að taka út Dr. Hákon. Það þýðir að Denas er 1 eftir. Og Sigmar er hann að falla. Það þýðir að Kristó sé líka 1 eftir. Það er Kristó 1 eftir, Sigmar 1 eftir, en Kristó hann er að ná upp fellum þarna, tekur út Mozart. Denas gerir vel að koma sér inn þarna, finnur frábæran stað myndi ég segja. Hann á þessi bild. Emil, hann er ennþá á lífi líka. Og Straight Up Ducker, hann fellur núna. Lester og Emil taka hann út. Þeir eru 2 ennþá eftir. En Denas, hann droppar niður í boxið, hann er tekin út, hann næst af Lester! En það er Kristó sem tekur hann út á endanum og það er þá Fjölnir Tokka og Dagur sem Kristó bara droppar á og spreyja niður! Back to back sigur fyrir Kristó, Gabba og Sigmar. Þessi dans passa við lagið. Já, hann gerir það. Þetta var geggjað. Og já, eins og við sáum back-to-back sigra hjá Denasi Dr. Hákon og Kristó í síðustu viku, back-to-back sigrar hjá erkifjendunum í liði Kristó, Sigmar og Gabbi með frábært kvöld hér, 2 leiki, 2 sigra. Ég sá ekki í hvaða röða náðu þessu fellum á Denasi og hvort hann hafi endað í 3. eða 4. sæti.
En þá getur við verið að sjá það bara að Kristóf var að taka fram úr sko. Já, ég held að það er 4. sæti. Já. Gunsi B, Emil og Lester voru líka þarna bara í 3. sæti komust ekkert eðlilega langt. Mozart, Straight Up Ducker og Jólakissi spiluðu leik frábæra. Já, við sáum núna, það voru 6 lið eftir. Já. Þeir voru eina en liðið. 7 spilarar. Já, þeir voru eina liðið sem voru með alla 3 leikmennina eftir þegar voru svolítið að fara inn í lokahringina. Og núna skilur við vitum alveg að þeir geta alveg spila leikinn en við höfum ekki séð á spilan á kannski sama leveli og Denas, Kristó, Sigmar, Mitti, Gabbi og fleiri. Nei. Samt eru þeir að komast inn með 3 eftirlifandi leikmenn. Já. Og það segir, vil ég meina, Mozart, sem að ég trúi að sé Mozart úr Counter-Strike-senninu líka, spilaði mikið Fortnite, reyndur spilari, eldri spilari, hausinn skrúðar rétt á, ekki of væstur, leiði bara sína menn inn í topp 5 hana. Virkilega vel spilaði leikur. Er hann ekki all í sinni liði í Counter líka? Já. Já, ok. Þú veist, reyndur ekki all, getur haldið haus. Já. Þannig að ég bara sérstætt shoutout á það lið núna. Klálega. Bara virkilega vel gert. Þannig að en það er allavega leikur 2 komin í bækurnar. 2 sigurvegarar á þessu tímabili til í tríós, 1 sigur á kvöldi 1 í 2 leikjum, 1 sigur á kvöldi 2 en við krifjum þennan leik til merkjar eftir örskama stund, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Já, verði velkomin aftur. Það var ekki langt hlé, eins og ég lofaði. Og við erum komin aftur til þess að ræða þennan leik. Kristó, Sigmar, Gabbi, ótvíræðir sigurvegarar kvöldsins. 2 leikir, 2 sigrar. Það sem er samt svona stendur upp úr, að það var allur gangur á röðinni á öðrum liðum. Já. Það er ekki þannig að það var bara, þú veist, þeir í fyrsta, Denas og þeir í öðru, þú veist, þessi í þriðja heldur bara mikið shake-up. Já. Og lið sem voru komast í topp 5 sem aldrei sé í topp 5 áður, standa sér vel þarna líka bara að raðin einhverjum fellum í loka hringjunum. Bara nákvæmlega það sem við viljum sjá á þessum stíi mótinu. Já. En undirstaðan þessu öllu saman er hverjir unnið leikinn. Já. Það eru þeir sem að challenge út einu og þá eru uppi. Og enduðu uppi, unnu báðarleikina. Já. Þannig að núna vil ég bara kalla á hini að gera þetta líka. Þannig sjáum bara enda meiri að ef þið ekki að gera neitt reynið að finna ykkur leið upp sko. Já, og þú veist, þannig má kafa aðeins ofan í líka sko high ground strategíuna, þú veist, bara taktíkina sem hún notar. Þeir voru í svo heppnum með hann í seinni leiknum og komum hann yfir eyjuna. Já. Þeir náttúrulega fengu það bara gefins, þú veist, alltaf, en þeir byggðu ekki high ground sitt út frá eyjunni, þú veist, þeir droppuðu niður og náðu high groundinu aftur. Og það var í rauninni enginn til þess að skora á þá á high groundinu fyrir. Þannig að þeir voru fengu svolítið frjálst flæði þarna til þess að taka þetta í seinni leiknum. Var barist meira við þá þetta í fyrri leiknum. Og ég býst alveg við því að við höldum áfram að sjá það. Höldum alveg áfram að sjá fólk reyna að berjast high groundið. Það sem að ég mun búast við kannski fyrir næstu viku, alltaf eftir að sjá áhrifin sem að nýja seasonið hefur alltaf, er til dæmis bara, þú veist, stundum vildi ég væri með tústöflu. Útskýra hugsanna mína. Getur fengið einn svoleiðis þetta? En þú veist, við vorum með hringinn, skilur við. Og í leik nummer 1 þá sáum við að það voru allir í svona hálfmána hérna megin í hringnum. Það var enginn sem var komin í dauðu hliðin á hringnum af því að það voru allir að spá í öllu fólkinu í kringu sig. Eðlilegt, en
menn má ekki gleyma sig í partíinu. Þú mátt ekki gleyma að það sem þú þarft að vera að gera líka á þessum tímpúnti er að það þarf einhver að vera að leita að næsta stað sem þú ætlar að fara á. Já. Þarna er tækifæri. Rótita snemma, koma sér í einhverja nýja stöðu og byggja sig aðeins upp. Þannig að þegar að rótitin koma síðan á eftir þér, að þá getur þú séð hvort að einhver sé að fara að taka hægrándið að þér og þá jafnvel komið upp í bakið á þeim eða bara tekið á móti þeim í rótitinu. Það kemur hlutverk EGL-sins. Já. Að hann á þá að vera að segja heitt okkar. Af því að þú veist, við erum búin að sjá byggt upp í hægránd í rótitinu miklu meira heldur en, þú veist, rótit upp, skilur, að þá er það miklu meira búið að vera, þú veist, inn í hring og áfram í staðinn fyrir ég ætla að fara djúpur og byggja upp, taka á móti, herri já, ok, þeir eru 2 leirum innan fyrir ofan okkur að reyna að koma og taka hægrándið, byggjum okkur upp 2 leira og við erum á sama plani þar sem við getum náð skotum á. Já. Af því að ef þú gefur hægrándinu, bara eins og við sáum það upp á eyjunni, það er engin neinstæðar í kring sem getur skotað í hliðina. Nei. Eina fólk sem getur skotað það, fólki sem er fyrir neðan. Eina sem ég þarf að gera til þess að það getur ekki skotað mig, taka 1 skrif aftur og bak fyrir brúnni. Ef þú nokka mig, liðið mitt alltaf að fara að ná mér upp. Já. Þú ert ekki að fara að ná að pusha upp nógu hratt. Versus það að vera hann niður, að spá í hliðaniðinum, líka pæli þegar að halda þessu þegar þeir eru hann upp að regna á skotum. Já. Það pæli öllum hliðum, líka jafnvel undir þessuna skilur. Já, sáum það. Já. En þá þarf að vera einhver EGL sem kemur fyrir leiknum, sem ég heitur okkar hugsa næsta skref, kannski frekar. Nákvæmlega. En við skulum fá endursýningarnar úr seinni leik kvöldsins hér áður en við lokum síðan á stigatöflunni og sjáum hvernig leikar standa hérna eftir 4 leiki í tríóskeppninni. Þannig að fáum endursýningarnar af stað. Nóg úr að taka af þessum leik, fullt af skemmtilegum augnablikum. Byrjum hérna Montreal. Hann er að reyna að berjast inn á móti heilu liði, streita upp Dökker, finnur þá fellu. Á sama tíma er FH Þorri að taka út Viktor Adam. FH Þorri fór í þetta með 3 fellur, ef ekki fleiri, 3 eða 4. Liðið hans með einhverja 6 eða 7 fellur. Elta þarna niður Dag Friðriks líka. Hann er fallinn. Mozart að taka út Vító samhliða þessu. Lexik, Steffen og Gnar hans duglegir í eltingleik í þessum leik sem og í fyrirleiknum. Elta þarna niður Frosta og bara ekki neitt sem Frosti gert í þessu. Allt eru 2 manns mættir á boxið hans og meiri segja áttin sem hann ákveður að berjast, það bara allt í hennu byrtist gæi sko. Já. Þetta var rosalegu barndagi. Já, mér finnst að magnað að bæðileg hefur líðið þetta af sko. Já, hvernig? Ég skil það ekki. Þannig að elda Séralák alveg eins og áðan, ekkert sem hún getur gert í þessu. Séralák er samt ansi nálægt því að ná að teleporta sig út en það var aðeins og lítið, aðeins of seint. Fellur hann í storminum. Þarna voru allir leikmenn hérna hjá Gunsa, Emil og Lester komin aftur upp og í fullt líf. Spreyja þarna niður Steffen maður. Það var bara 3 og heldur því ekki. Steffen gæti ekki gert neitt. Nei. Bara hittu öllum skotunum. Habibi sat þarna fyrir Lexa og Lexi bara bjóst ekki við honum aðeins og langt frá liðinu sínu líka. Hérna sjáum við þetta, Frosti aftur. Hann lendir í þessu tvísvar í leiknum að vera tekinn bara þar sem hún getur ekki gert neitt. Þú veist, hann er með sko menn á 2 veggjum og mann á gólfinu. Já. Þú veist, það bara hvernig átt að gera eitthvað. Skríðandi undir. Já. Það er bara eins og fyrri heimsstyrjöldin. Svona ganga hernaður eitthvað milli Breta og Frakka. Trenches. Já, þú veist, bara eitthvað jarð. Já. Víetnamstríðinu, já. Bara allt í hennu mæti bara hérna 1 stykki denas bara upp undir hérna gólfinu þínu, bara með byssu. Þú veist, það er ekki skemmtilegasta. FH Þorri þarna með aðra fellu. Kom síðan inn í hring, fær KHK þarna. Frábær veggur. Alveg þvílíkt. Frábær veggur, áttast svo á því að hann er ekki búinn að gera skaða á hann, snýr sig við, tekur verður hann næstu því að falli. Já, næstu því, en nær samt að lifa það af, kemst inn í hring, Bjarki þarna tæpur á rótitinu og hver var þetta? Halli Bliki með víkt skotmaður, svo droppar hann þarna og Aron svarar með one-pump. Ennþá betra skoti. Með ennþá betra skoti. Stöðt upp Dökker, Mozart og Jólakissi hér. Þú sérð bara, Mozart er fóringinn sko. Það hleypur þetta fyrstur inn og tarpar fyrir þá.
En Jólakísi gerir ekkert eðlilega vel þarna, droppar Dr. Hákon niður. Við sáum ekki þetta áðan. Straight up Dökker og Jólakísi taka þarna út sko, Dr. Hákon og Sigmar. Mozart endar þá í 1-1 á móti Ækristó, tapar honum og Ækristó fær þá tækifæri til þess að koma sér aftur á hægrandið. Sjáuð bara hvernig hann spilar þetta, skýtur sér beint upp, hann vill enda efst og núna fylgjumst við vel með Denas, hann fellur þarna í 4. sæti. Já. Við sjáum það betur, held ég núna 6 lið aftur eins og er. Var hann í 5. sæti? Hann var í 5. sæti. Nei, hann fellur þarna síðast. Og Tonka síðast til að falla þarna, þannig að Fjölnis það þýðir líka það, þeir eru líka, já. Já, það getur verið stóra sviftingar á stigatöflunum. Já. Ég held að það sé ekki vinninu eftir henni að bíða, við skulum fá stigatöfluna hérna upp. Hann er í fílu. Nei, hún er á leiðinni, sko. Ég bara hef engar ágjur. 6 stiga munur! 6 stiga munur! Denas, Dr. Hákon og Kristó halda forystunni með 6 stigum og beint á hæla þeirra er Ækristó, Gabbi og Sigmar. Þar á eftir Tentacles og HBA 207, þeir eru komnir hérna 36 stigum á eftir. Samt minna bil, heldur en var á milli hérna liða í byrjun dags. Mythic hann er low-key fine hann með halva blika og Degi í sæti 4, 260, sama, bara rétt hann á eftir. 1 stig á milli. Já, og svo Emil, Lester og Gunsi B komnir í topp 5, hann getur verið lama á leiðin á Kálfan. Fjölinstrákarnir vinna sig upp í 7. sæti, Markus Jaks og Theo Stöffi fara hérna úr, held ég, 3. sæti upphafi kvöld niður í 7. Og já, að lokum erum við að horfa á KHK, Steina 23 og hitt Fjölinsliðið, FH Þorri, Brimi og Heita og Straight Up Dökker, Mozart og Jólakísi komnir í topp 10 eftir þessa framistu, frábærlega vel gert. En við ætlum þá að fara að kalla þetta gott hérna úr Arena á Smáratorgi þetta mánudagskvöld. Frábærir leikir hérna að baki í kvöld. Gægir. Ekki missa af næstu viku þegar við tökum aftur á móti ykkur hér á slaginu klukkan 7 í Elko-deildinni, af því að það kvöld verður komið nýtt season og guð má vita hvað gerist. Það er ekki bara spenna á toppnum, heldur það er líka spennandi að sjá hvernig spilarar taka þeim breytingum sem er á leiðinni. En fyrir sjálf mig og Aron þá þökkum við samfylgdina hér í kvöld og við sjáumst fersk næsta mánudag. Svo blikkið hana.